Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 7. maí og FM 95 Blöður hafið göngu sína á þessum, dýrðar drottinstegi. Hugur Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti. Það fullu bátur eins og síðustu föstudag eftir að Egill kom sér heim frá Tenerife. Nei, svo fórstu til Alicante líka. Vistu það þætti þá eða? Nei, ég held ekki sko. Nei, vistu það á blöðkasti, það voru páskar. Það var föstudagur langimastu þannig. Það hár rétt. Þú fegst hérna Hólmfaður og Hjamma. Já, í blöðkasti. Því að það kom svo á daginn. Ég eini vinnu alkinni á okkur. Þið fóruð báðir í eitthvað kósi. Virðist vera. Ég heimtaði að vinna. Út rugla. Ég neitaði að fara. Það takaði frí eitthvað tíma sko. Nei, ég neitaði að taka frí. Það er búið að segja þetta um mig sinna úlingur Auðun. Þú ert vinnu óður. Það verður að fara að slaka á sko. Það er allir áhyggjur af mér í vört. Ég vann svo mikið. Það var allir að segja mér, þú verður að fara að slaka á. Sko, ég þurfti að vinna strákar núna síðustu viku með influensuna. Það var rosa. Það kom inn á veikindin. Já, það ekki. Já, þú fegst Ég er bara búin að heyra það grænið það í viku. Ég hef alveg treytaði við. Já, við stöðum að tala þú veist, vinnualkadæmi. Þá verð ég að koma inn og ég get ekki setja bara hjá. Já, ég fekk í flensuna. Og sko, maður stætti COVID sem var eins og því. Það var faraldur. Já, það gamlega góði sem löngutöður. Já. Sko, ég fekk COVID og ég fór bara slapp sem betur verið mjög vel þar. Ég get ekki sagt það sama með influensuna. Nei. Influensa, hún náði mér. Já, þú varst rúmliggjandi og röddin er smá fokki ennþá. Já, hún er samt alveg að koma til. Já. En já, hún náði mér. Muniði, akkurat fyrir slettri viku. Þú sagðist aldrei að verða veikur. Ég er aldrei veikur. Alltaf að segja það. Ég er aldrei veikur. En þú veist, ég er ekki veikur. Sér mig ekki fyrir rúmi veikan. Svo sagðist hann líka hata sofa Egill. Hann átti að vera á fundi með mér í gær og svo náðist ekkert á hann. Konan hans náði ekki heldur á hann eða neitt. Sýstu hvað hann var? Hann svaf til 3. Já, sko. Til 3 daginn. Á virkum degi. Já, þú varst vaknað klukkan 6 eða ekki. Þá náði influensa náði mér þá sko. Influensa náði mér sko. 15:00. Hann hringdi í mig í sjokki bara. Hörðu blöð, ég misskólfara. Ég líka bara sko Sigrún, ég var að tala við hann og hún held ég var í tökum með eitthvað sko. Ég er bara heima, ég var að vakna. Já, bara Leist vaknaðarum og leist á klukkuna og sástu 3. Ég held að klukkan eru vittlus. Ég er bara, hvað er að gerast? Hann svaf í 15 tíma. Það er málega klukkan á opninu mér. Ég held að bara allir og skuldaðir síðustu 10 ár. Búin að skikki yfir þig líka og búin að vera veikur og þetta. Það er bara málega fyrir viku, slettri viku stakar. Þá sagði ég við ykkur í útvarpinu. Ég sagði strákar, ég held ég er veikur. Ég er með 38, ég held ég sé að vera veikur. Varstu auðvitað þá? Þá var ég komið. En þið rassamældur þig daginn eftir það? Já, ég kom með hita þá og ég sagði við ykkur, ég held ég sé að vera veikur. Ég er ekki bara slappur, ég held ég sé að vera actually veikur sko. Það er rosalegt, það er stórt. Það er rosa stórt. Nei, þú ert alltaf veikur. Fyrir þjóðina er þetta huge. Hvenær fæstu 40 á rassamælinn áttu þú? Daginn eftir, laugardeginum. Varstu ekki með eyrnamæli? Jó, ég er með eyrnamæli. Og ég man ekkert eftir hvort maður fengið þetta á fullorðsárum. Ég fekk yfir 40. Þú veist, ég með 40 komma eitthvað, fattur við, 40 hiti. Og við auðvitað vorum við 2 gig á laugardaginn sko. Og hérna kvöldi. Og svo vorum við með gig á sunnudeginum. Tókstu stíl eða? Og það stílinn lækkar hita? Nei, ég tók Ég reyndi að djöfull myndi ég hlæja því og myndi fást við rætti þetta áður einnig þættin. Að gefa fullorðinn manni stíl væri the greatest comedy of all time. Það, ég meina það beint upp í kerfið. Ég tek sko, í málega Þú tókst ekki stíl? Nei, í málega, ég tók Dayquil og ég tók hérna sólhatt og hvítlaugs-pilluna hérna, þú sendið mér eitthvað kombo. Já, Rakel var að segja mér að senda þetta kombo. Já, svo tók ég hérna strepsil með hérna einhverju bólguðandi og ég tók eitthvað munnspray, ég tók bara allt sem ég gæti tekið. Svo fór ég á kúr, sko, síklakúr, hérna Sigrún átti gamla töflur. Þannig ég fór á eitthvað, man ekki alveg hvað það heit, eitthvað síklalið, sko. Ég fór bara að tók allt, sko. Og við vorum alveg með, sko, við vorum með 2 gig á laugardeginum, gig á sunnudeginum, gig á mánudeginum, gig á þriðjudeginum, gig á miðvikudeginum, gig í gær. Við vorum ekki neitt á sunnudeginum. Þeir að giggi yfir? Voru ekki með gig á sunnudeginum? Nei, 2 á laugardeginum, mánudag, þriðjudag, miðvikudag og 2 í gær. Þið verðið í gig-formi í höllinni, sko. Þeir eru í gig-stand. Já, við erum með nýja lagi á hreinu, það er nokkuð ljóst. Þvílík stemmi ekki því maður. Besta ráðið við influensinu, ég ætla bara að gefa ykkur nú ráð, þið sem eru að fara að fá hana, af því að hún er heavy, ég get sagt þér það. Hvað er með ráð? Hún er heavy, sko. Hvernig díla maður við hana? Bara farðu og verð á 1 milljón með hana. Þá fer hún á nákvæmlega viku. Ekki liggja. Nei, ekki liggja í mínútu. Það er ekki einn læknir sem að tekur undir þessi ráðin. Við erum á 1 milljón. Já, ég held að bara Steindi hefði sagt um mig bara blöð, getur þú tekið þetta gig hérna á mánudeginum? Það hefði bara verið heima á það, það náðus úr sér á sólarhing. Ég svaf, sko. En peningagráðu June, hann var ekkert að fara að sleppa giginu, sko. Sko, málega, ég svaf á hangklæðum. Já, í viku.
En vitið þið hvað það? Svart og hanglaður? Í viku, já, ég bara, þú veist, ég vakna alltaf Já, bara hanglaður í rúminu? Já, ég bara Svitnaðurðu mikið? Já, bara alltaf, ég svitna bara Ég, þú veist, ég er rauninni sveitur núna, sko Ég er að svitna ennþá alltaf En við höfum rassamælar Ertu með hita núna? Kannski kommur En þú veist Hvað er það ennþá slappur? Já, þú veist, maður verður yfirleitt ekki betri á influensu En maður, þú veist Er þetta einhver influensu sérfræðingur að því? Vitið hvað, stráka, vitið hvað ég Færði einhver smá veikindi og þú er einhver sérfræðingur? Ég er með kenningu Já, þú losaði ekkert influensu og einnig Ég er með kenningu Nei, málega, back in the days, þá hélt fólk að sígarettur og kókain væri holdt, sko Vitið hvað þið? Er búið að afsana það? Já, þú veist, ég myndi halda að væri mjög óholdt, sko En þannig að, þú veist, ég er með nýja kenningu núna Og þið með ekki skjóta þetta strax niður Ef þú verður veikur Af hverju ættur að liggja og gera ekki neitt? Af hverju verður ekki bara veikari við það? Af hverju áttu ekki frekar að vera að reyfa þig og reyna svona þú veist Því að þá ert að reyna á líkamann sem að þarf að slappa Já, Þú ert búin að ofkera hann En hver segir að líka með þarf þess ekki? Úf, hvað er leiðileg samræður? Nei, ég er að segja, ok, Stendur að velta steinum Ég er Hvað hvort þú er að vera á miljón þrút veikur? Nei, ég er að segja Við svínvirkaði að vera hann sko Já, svínvirkaði Svínvirkaði, hann er ennþá veikur Hann misti ekki einu giggi og hann er ennþá mættan að mættu vinna aftur Röddin í honum eins og hann sé bara með Ég er svo nýr epli í barkakinn Ég er svo nýr núna Hann giggar sko, hann giggar veikur Það er rosalegt Ég er svo nýr Ég er bara, nei, það góða veit þér, ég veit bara að þú voru veikur í höllinni eftir viku Þá mætur þú samt Þetta mæti ég Hvað ég gera? Við erum heima veikur Nei, auðmikið myndir hingið sig veikar Það væri nú giggið til að missa höllinni næstu föstudaginn. Nei, þú mætir alltaf það, sko. Þið er influensuna inni nefnilega. Það er hættulegt trikk sko. Við erum örgulega búin með hann og við bara íttum henni frá okkur. Þá ætlum ég bara að gera það saman þú Það var reyður mig, ég ætla ekki að slaka á eina sekund Nei. Bara vera á milljón. Já, vera alveg á milljón. Þú veit á að gera það maður. Sko ég er sveittur að stressi. Já. Ég er ekki veikur eins og Steindi sem að segist aldrei vera veikur og er alltaf veikur. Ég er ekki veikur, það er ekkert að mér sko. Yfir hvernig stressaður núna Það var alveg tindastóll á eftir. Og ég er búin að vera að hugsa um hennar leik sem ég vaknaði sko. Hver er favorite? Valsarar örgulega heimaðalli myndi ég halda. Er Valsarar favorite í kvölda? Já, pottet. Byrjast þú ekki stólamaður? Jú, ég er búin í og allt. Hvernig stendur á því að þú vilt meina að þeir séu favorite? Af því að Verður ekki fullur reyður í kvölda? Nei, ég get það ekki. Það ekki? Ég verður kannski léttur og reyður. Það er stuðningsmenn Tindastóls er að hittast á Ölver strax eftir klukkan 5 held ég. Verður húki með það? hana? Eftir úti. Já. Eftir að fara Föstmaskína? Ég get lofaði því. Landaköss? Ég get lofaði þér einu. Ég verð ekki við hliðin á huga á leiknum. Það er eitthvað sem ég mun bara aldrei gera aftur á minni líftíð. Hvernig Ég er hef það? aldrei, og ég er ekki svona Það vil ekki grínast. vera með húki með Ég hef aldrei skammast mín jafn mikið að vera við hliðin á Ha? hann. Ég fór ekkert með honum á sko að Haukar Tindastóll í 8. úrslitum ekkert mann. Já. Hann bara öskrar alla leikin og er að öskra á dómaranum með nafni og þeir horfðu á okkur. Ég satt til hliðin á hann, ég var bara svona guð mig góð. Ég vildi bara stúka mig til gleipan. Öskra hann sko fullt dóm. Ég bara segir að þú verður að dæma, þá væri það bara Steinþór Steinþórsson, hvað er það ekki? Ég er bara svona, þetta er svona einhverju skets. Ég veit ekki, það er að þegja. Er hann búin að researcha nafnið á hann? Já, hann náttúrulega bara fylgist það vel með körfubolta með hvað allir heita þarna, sko. Þú veist, Ég þekki nöfnun á flestum dómarunum, en ég er ekki að öskra nöfnum þeirra, sko. það var ekki dómarinn drullu hissa ef ykkur fyrir að öskra nafnið hans? Ég bara, þú kallaðir fullu nafnið þetta, kíkir upp í stúku, þá sérðu þennan, sko, nöttara bara. Það gengur bara ekki sko. Líka þegar maður er að fara svona á leik, maður er svona einhvern veginn að reyna svona að sita og bara hafa það kósí. Stekt eitthvað, maður er nógu athyglisjúkur fyrir og er ekkert endilega að sækjast eftir athygli, þú ert að fara á körfuboltaleik, sko. Þar maður ekki að lífa neina. Hann hafna eins og ég veit ekki hvað, sko. Ég sagði mér sem við huga, hann veit þetta, hann er ekkert að heyra þetta í útvarpinu núna, ég sagði mér næst að huga. Ég dyrkaði alltaf hann, ég fyrir aldrei aftur með þér á körfuboltaleika. Ég vil aldrei aftur setja á hliðina þér. Ég er bara aldrei skammast mikið á æfinni. Hann er bara stjórnlaus. Glossanlega. Hún lætir ekki húki með sitta einan í kvöld sko Ég kallir eitt í hodni Það er uppselt, það er nóg að liði sem getur setja á hliðina á honum. Hann er ekki, höndlar þetta. já, það er ekki svona stemningsmenn, þú veist, allir sem eru komni með svona skrýtnar húur með svona höndum sem klappað og tóður í bandið Jó, og svona sem nenna þessu. Ef það væri 1996 þá væri það helviti líklegt kannski. Þá myndi sjá þetta á vellinum í kvöldin. Það er svona 2022 núna. En sko, mál er að mér finnst þú veistu hvað, allt þetta sem þú ert að segja um huga, mér finnst allt í lagi fyrir utan að mér finnst það með ekki neymdropa dómaran sko. Já, það finnst mér vera. Það er alveg samankomandi að segja það, ekki gera þetta, ekki gera eitt. Hann sér bara rautt og þeir eru vist allir svona uppáhaldsbræður okkur. Frikki Dór og Jón Jónsson. Ég var ræðið þetta mána. Þeir eru náttúrulega sko pappi Huga og pappi Jóns og Frikka eru bræður. Þetta er bara í fjölskyldunni. Þeir eru allir eitthvað hálf rugglega að fara að leik Alveg, þannig ertu með eins og með Frikka og Jón. Þetta eru tveir bara indælustu drengir sem þú hittir. En þeir eru á FH-leikjum
þá sjáðu bara raukt. Þetta er ekki dónar, þeir eru aldrei dónar Sparkandi í allt og ekki dónalegir en bara en jú, brjálaðir. þeir hafa öskrað. Og húkið öskrað á með er bara dómara. eins og þeir, Já, basically. þetta er þessi fjölskylda einhvern veginn. En okkur sittur ekki um landakoss. Hann er bara í ég er að fara að slóknum, hitta, já, sýstu mína, Maja og Dæja, það er að fara að koma Landaköss er að fara að Sitt með þeim. hella í sig í kvöld sko. En Svest Mouth Ég held að hann kom ekki, hann er með barnaafmæli. Sniðut í honum með okkur Lænaði þrjá. því upp á sama degi og leiknum. Herru, ég leta hann líka heyra það í gær. Hvað ertu með barnaafmæli á sama tíma og eftir 9 blöður og svo Valur Tindastóll. Já, spurði það. Herru, veist hvað hann sagði? Hún á afmæli á morgun. Ég bara, já, ok, hún áttur eins árs, hún myndi alveg fatta það. Okkur ekki haldið þetta á morgun. Veit ekki neitt og eins og sko. Nei, ég veit ekki, veist, ég er 42 og ég veit ekki neitt sko. Ég held ekki Nei. ammali frá Aron vikuna, veit ekki neitt sko. Hann er ekki búin að Veist töði ekki það sko. bara neitt það? Það veit ekki neitt sko. Hvað var að segja? Það er okkur helst ekki bara ammálið pappi. Veist ekki neitt. En ætlar að halda eitthvað? Mér var eins og þið sagt að ég ætti ammali, það var mjög sorglegt Nei, ég spá bara að halda Var ammali. þér? Já, Hæ? Hvað ertu gammal þá? bara úlingur eða eitthvað Nei. Jú, það var bara sagt, þú veist, þú ert ammali gamni sko. Bara, ha? Þú vel hægur krakki. Þú er ekki ammælisbarn eins og Ég er ekki ammælisbarn. Ég er ekki Þú er ammælisbarn. ekki verið Það er þú úrlingur. blöð, bara Já, svart og hvítt kannski- með þetta. Jú, ég var Var þið Örlygur. sagt og þetta er ammali? Já, Ok, nú bara verður mamma og pappi sögðu bara, þú veist, Ef þú þú ert ert að ammali, me- það ef er þú bara ert að- pakka á borðinu Ef þú ert að meina þetta, þá verð ég að vita hvað var skammal. Ég bara sver þetta Það er bara Já, að Ég skal rannsaka bara það. spurja mömmu, bara út í Þú þetta veist að það er ekki að segja blöð á ammali sko. Hann veit það. en Hann veit veit ég alveg Sko, hvernig á ammali ekki sko. frá því ég var 30 ára, held ég. En veit Allavega ekki 4 ára, þá vissi ég hvernig það var En ammali. vitið þið hver á ammali í dag samt? Ah. Og það Það er er dóttir. dóttir mín Já, Mattildur. Hún Mattildur Issa á ammali í dag, hún Við er getum tveggja sko, við getum þrýr og Já. Svest og Mát getum haldið álur í veistlu. Greisleikar eru allra sömu viku. Vitið ykkur ammali á morgun? Já, nei Matti, Já, já. Matteo. Já, auðvitað Og ég blöð og Svest Mát, við ældum út 3 krökkum með 4 Nei, dagar ekki við, millibili. konunur okkar. Já, stelputur Það er rosalegt. Stelputur okkar svessa í ammali sama dag Já, það er Það er sem ég að segja, það getur álur í veistlu. Já, hendi ykkur að alvöru partí. Já, það er rosalegt partí Það var vel saman. að alkohól. Ég Næsta- er alltaf mikið áfengi, böllu barnaðamálum og tróðu fyllið áfengi. En þið veit að þið megi ekki Ég er ekki með kökur Nei, og Pepsi maður- Max. auðvitað- Já, maður er náttúrulega með kökur og Pepsi Max líka. Maður er samt alltaf Hvað með er bjór Ég er mjög lítið að því sko. Hvað er þetta? Þetta er bara eitthvað reyfa? Ég endaði með fróhjónin hjá mér, sittandi hjá mér til 1 nótt að hella í sig. Hvað sagðirðu? Eftir hérna Hvað kallar þið? Ekki gera auðið að flokka hana undir þetta Nei, nickname þarna. þetta er bara, vinur vandar með að kalla þetta Nei. Stjáni minni minn og frú, þú sátu hjá mér til sko alveg fram með miðnættis ég ætti barnaðamali út af því ég var með búið áfengi í ammali. Það var hræðilegt sem þú sagði þetta á hann En Ég sko bara ef hún er að hlusta bara, ég myndi ef að Rakel, já, Nei, það er ársá til Ari og banka, þau eru að hella í sig sko. það er þetta velkjast. Herru, en hérna, já, það verður bjór og svona En þið megi ekki vera of þunnir eftir höllina að Því að það er tvöfalt barnaðamæli heimi á mér á sunnudeginu Ég er ólíklegur því að ég, Ólíklegur? Já. Er barnaðamali hjá þér Sunnudegin sko, við Akkur Sunnudaginn er ekki næsta. búin að bjóða í það? Ég er að fara að búið Hvað var um gamla góða fyrirvar? Er það bara eitthvað sem er dögt í því lífið? Það er vika í þetta Já, þú ert á löngu að bjóða. Það er mjög stutt. Það er vika og það er sunnudag Hvað er það að gera á Það tekur sunnudag? 500 að gera einn event. Já, ég skal bara Sko, gera það Ég er vantilega að fara Föstudagur. Hörru, ég er að fara í The Mansion. Já, först, ég er Yes. ekki viss Þú um ert að að henda það á fara grillinu. Þú ert að fara á grilli Jó, I'm going sko. Já, þetta Ég er reiður er þar, sko. going Það er bara Föstudagur, höllin, laugadagur, við erum með nætupössun og við ætlum að slappa af að fór út á land. Ég verð vel lítill í mér á sunnundum, ég sé til hvort ég komi. Nei, ég ger í pullunni Það- Ég veit fá þunna Þetta- blöð, pullanu. Þetta er blöð, þú veist, að vita allir að þú nennir ekki að mæta neitt En þú átt 2 krakka og þeir hafa gaman Já. að hitta aðra krakka Já, Teddi og Matteo er einmitt búin að vera að væli í mér að verða að fara. Nei, þú veist, þetta mætur í badnamli, hvað ætlar að gera? Já, ég kem. Hvað er þetta að ruggla? Ég er Þetta best að mætur í sækja það á badnamli hana kjalanissi en ég er hann rétt hjá þér. Já, þú Er sæluhelgi og blöð hana? Já, það er alvöru ammælishelgi í næsta Bara helgi. bak og bjór. Þú veist að, þú veist, B og B. Ég veit það nú ekki. you know my family blöð, þú þarft ekki að mæta í, sko, þú mæti bara í einhverju, getur mæti í hlýraból þunnur, það er öllum sama, sko. En hvað Það er bara- grill? Já, ég hef ekki áhyggjur af sama það grill? fötum ég ætla að Nei, ég er að koma, segja, skilur, þú ert bara búin að vera út á landi í einhverju feeling, svo kemur þú bara við og Já, mætir og Er farið þetta sama pulsu. grill og áttur heim í hólunni? Eða ertu búin að uppgöta grill líka? Nei, bara sama grill. Hvað var að lélegt? Hvað er ekkert þessu grill? Ég bara, þú veist, ég var til að fá 6 brennara og svona alveg grill. Hvað er það að tala um? 6 brennar? Ég Hvað bara, er þetta að ég 6 held bara að ég væri brennara með grill? risa grill. Bara, Ég grilla 4 sem opnaða ári. bara, ég ætti báða hendur til að opna. Skil, þannig grill. Það áengið þannig grill maður bara veitingast það. Það eru eiginlega á grillinu eða? Já, veist, hann er þú sé alltaf á steint grill. að grilla. Hvað kallar þið aftur? Hvað kallar þið út á grillinu? Grillsa? Það er þetta rosalegt. Það er ekkert að flækja það, sko. Rosalegt grillnafn sko. alveg. Nei, Steindi, ég hef ekki séð Sniðugt líka. slakar í grilla. Hann gerði eitthvað, vissi ekki neitt sko.
Hvað meira? Það segja kemur þér ekkert óvart. Þú veist, ég veit ekki ég ítt honum bara í burstu. Á ég að segja Það var heilt ammalega býð eftir pöllum og drasli. Á ég að segja hvernig grill virka. Það er ógeðslega heitt, setur mat á það og býður bara í svona 5 mínútur. Já, tekur það svo af? Já, snýrð kannski. Hvernig kannski að klúra þig? Ég var ekki að klúra þig, hann ítti mig bara frá. Eins og hann geti grillað þetta hraðar. Það er ekki þannig. En annars erum við rosalega þáttur ykkur í dag, kæru hlustendur. Ber þar hæst eiginlega klefinn sem við tókum upp í dag og ég mun útskýra það betur. Já, við náttúrulega erum innkom á honum en fyrir samt að útskýra hann aðeins betur eftir því að það er langt síðan ég hleyjað mikið inn í klefunum því að Steindi, hann fór í dagskráliðin alnafni og ég hef nú ekki verið hrifin af þeim dagskrálið hingað til. Ég hef heldur gaman á honum. Það sem gerist í lokasímtalinu sem kemur á eftir og ég get eiginlega lofað ykkur, kæru hlustendur þegar eftir að hlæja mikið við að Steindi gleymir hann ætlar að vera kona í restina. Ringi hann Hólfríði, gleymir að breyta röddinni og við byrjum einhvern veginn að hlæja og það dettur inn svo mikið hláturskast og hún er alltaf að spurja hvort það sé að fara að sækja hjólís. Þetta myndi mig svona pínu á hérna, er þetta Beggi? Þetta fara að sækja hjólís. Pétur Jóhann var að ringja þetta, hvað segir kallinn? Er þetta Beggi? Sko, ég hef hægt að heyra það. Þetta var mjög funny. Ef maður fær hláturskast, þú veist, ég hef ekki fengið þetta samt í mörg ár. Nei, það datt inn einhvern það þekki allir, af allir fengið þetta er sjálfgeft, þú veist, þú getur ekki undir neinu kringustæðum hægt að hlæja. Þú getur ekki bara hægt þessu. Ósölvast í þessu var, hún skellt aldrei á þig. Hún var alltaf bara, þú varst eitthvað að reyna að afsaka það bara í steig og kuppið og sorði. Ég var að þykjast að hafa bara aðeins meitt. Eða svo var að gráta. Já, þess að ég hafa verið svona aðeins að gráta. En hún hefur verið að selja hjólísi at the same time sem er bara ekki fucking amazing. Já, hún held að væri verið að ringja út á hjólísinu, sko. Það er rosalega. Þú keyptir það ekki? Það verið klárað símtalið rosalega. Værið til hjólísi, er þið svona... Alls ekki. Ekki? Nei, ég veistu hvað, ég myndi borga ef ég myndi borga fyrir eiga ekki, sko. Það er samt margir í kringum ykkur með þetta og eru að fíla þetta, sko. Strákar, ef þið ætlið í útilegu bara parkar eitthvað þá farið þið í old school tjald. Ef þið ætlið í útilegu, þú veist. Maður fer bara á hótel þá. En húsbíl, gamlega góða húsbíl. Nei. Ég var mjög hrifin af því en ég bara svo, veist, ég kann ekkert. Ég var í bölvuðu vesenni þegar ég leigði húsbílinn daginn. Akkur ætti ég að fara og vera Gasið og allt þetta. Akkur ætti ég að fara úr, þú veist, frá heimilinu mínu yfir í annað heimili ef ég er að fara í útilegu. Herru, þú ert ekki alltaf væland um þessi brjósklóstinu og eitthvað, hvað er það að fara að liggja í tjaldi? Ég sé best á vinseng og málið er að ég sko, þú vilt vera þá í tjaldinu og þú vilt vera í veseninu og það virkar ekkert og það er útileg. Það þekkir ekki líka og spurði getur gilst annars hvað eru við með þar? King of Entertainment. Ok. Ég veit að maður ekki að hugsa og það er pottið verið áður. Það har aldrei verið á þessu. Nei, þú sagðist á að tjekka á því. Ég er með skjalasafnina. Ég hef aldrei verið með King of Entertainment. Ég hef verið svipað koncept. Það er bara út af að vika í höllina. Þannig ég er að vinna með þetta og ætla bara að sjá hverju betri að entertain people. Reyndar er Egill með mjög gott skjal yfir allt sem hann að gera. Já, ég sé það er alveg magna. Þú segist þér með nýjan dagskrárlistindi. Já, hann heitir Hinn fullkomni dagur. Hinn fullkomni dagur, ok, ég glemt að skrifa þetta inn. Það er rosalega nafn á dagskrálið. Já, nýr dagskrálið Hinn fullkomni dagur. Það er ekki lag eða? Mitt eftir strax í huga getur sett inn Bubba-lagið. Þessi falleg, við getum haft það undir. Það er ekki hinn fullkomni dagur, það er fallegi dagur. Nei, það er fullkomni. Er ekki? Bubbi sagði fallegi dagur. Já, mér. Ég held að þú stóla þessu á Bubba. Nei, en við getum alveg breytið sig yfir í hinn fallegi dagur. Já, svo verðum við með sturlaða staðreyndir og fleira. En eins og við höfum komið inn á hér í byrjun þáttar þá er ekki nema vika í stærsta partí aldarinnar á okkar mati. Er það ofpeppast? Ég er ofpeppast. Ég er ekki eins og að grínast. Ég hugsa þetta á hverjum einasta degi og eftir að við teiknum upp í gærsteindi dagskrán okkar þá ofpeppaðast ég. Ég var að fatta bara ok, það er svo margt annars sem við ekki tekið bara í mörg ár. Já, líka bara svo mikið, það er bara svo mikið geggjuðu listafólki sem er að koma að það fram. En sko, þú átt að því blöð, það eru helviti góða líkur á því að þú setja að vera að taka Jackson. Já, ég er eiginlega bara byrjar að láta tjekka á hvort það hérna sé þetta. Ég á ekki, ég á ekki búningin. Þú er bara að ná í hattinn og hanskan. Hvað var það? Við getum að auðvist eftir því. Já, við getum með að við tempóið núna þá er bara ansið góða líkur að vera uppselt í næstu viku á tónleikanum. En þá þarf ég að taka þetta. Þú verður að taka þetta. Ég lofa þig. Ef það er uppselt og tekur þetta og það bara er dýllinn. En hvernig er hérna, hvað vantaði í Jackson? Hanskan. Já, það er hanski, það er hatturinn. Hattinn, sko. Hvernig hanskir? Glitrandi jakki væri skemmtilegt. Landaköss á jakkan, sko. Nei, hann er með hettu eitthvað. Það er mikilvægt bara að setja í gír. Með sem er mikilvægt öllu, er ekki búningurinn að blöðra sig í gír. Blöðra mér í gír, hafið engar áhyggjur af því og við erum eins að búin að æfa talandum að vera í gír. Höllin mun skoppa vel þegar þetta hérna dettur inn því að það er verið að æfa þetta með strópljósum.
Já, við ætlum að standa við það, drengirnir. Þetta kvöld verður aldrei toppað. Höllin opnar klukkan 6. Þannig að, já, við verðum að í beinni útsendingu frá 4 til 6. Svo ætti bara fólk að vera tímast inn. Það er svo margar spurningar sem hafa tengst höllinni. Ég get lofa ykkur því það verður mjög létt fyrir ykkur að komast á barinn, því að það hafa aldrei verið jafn margir barir á einu kikki og verður hjá okkur. En opnar húsið ekki fyrir það? Já, húsið er opið 4 og getur fengið drikk opnar 4, við erum í beinni. Ef fólk vil mæta og fá sér a couple of beers, það er ekkert að því, sko. En tónlistin byrja 6. Og líka eitt sér til að svara, og það er margir að spurja, gott að bara meðan að fólk er að sko, að þú getur stúkan opið líka svo að séu á hreinu, sko. Þannig að þú getur ráað á milli, fara á gólfið, fara upp í stúku og bara svona, vilt tilla það niður, gerur það, vilt fara á gólfið og gerur það, þannig að þetta er þægilegt. Já, þetta er ekki til vissi, það er ekki engin först sæti neinstað, þú bara lappar Við ætlum bara að hafa þetta partí. Já, þetta er bara partí. Verið upp eða niðri. Þessi vilja tilla sér, þessi vilja kólvilla sér niðri, gera það. Já, það er geggja, sko. En hérna, sko, við póstuðum dagskránum daginn, drengir. Já, þetta er sturglasta dagskrá sem ég sé. Það er bara þannig. En ég vona líka fólk hafa átt að sjá að þetta er ekki eins og að fara niður í bæ og það er svona, já, þetta á að byrja hérna og svo eru tafir og það er ekki þannig. Þú veist, þetta er bara Þetta er festival. Við erum að fara bara í höllina Við erum bara að vera allan föstudaginn í höllinni í stemningu. Já, þannig að ég ætla að biðja fólk að vera bara tímalega. Þú veist að þetta er bara hörðust átt, sko. Já, ég veit þetta kemur. Ég veit þetta kemur Junior að biðja fólk að vera tímalega. Já, fólk er grenjandi og hlátur núna. En þið veitir hvað það var helviti góður. Ég er þið ógslag svektur samt að ég myndi missa bara einhverju geggju. Já, þú er að fara að mæta sem gestur sjálfur, þannig að þú kannski ná beisendur. Já, fólk er ekki verið að missa King Richie, sko. Þegar við erum í beinni, sko, milli 4 og 6, svo kemur King Richie, keyrir þetta í gang. Já, hann byrjar, sko. Herðu, það komið að slúðrið hér í FN95 Blöð. Er þið tilbúin, drengir? Ég náði að spakka. Fyrsta slúðrið er, sko, það eru tvær slúðurfréttir um Kim Kardashian, en það er hún sennilega svo sem búin að vera eitthvað oftast í slúðupakka FN95 Blöð. Já, vel gert þér. Já, hún Kantar málur slúður. Pappi er glaðið með þig. Ég ætla að byrja á að hún var í kjólaf, eins og það hefði búið að vera í öllum fjölmjörnum, hún var í kjólaf Marilyn Monroe hann á þessu Met Gala ruglið hann í New York. Eins og Marilyn Monroe eða bara kjólum? Bara kjólum hennar sem er dýrasti kjól heims. Það er rosalegt. En hún passaði ekki í hann þegar hún fekk hann, þannig að hún þurfti að taka á sér á mjög skömmum tíma 7 kíló. Og hún sagði vist frá því og eitthvað, það eru margir brjálaðir að þetta væri léleg fyrirmynd fyrir aðra stúlkur að maður að taka af sér 7 kíló. Þú er með þess að sagt það sjálfur sem einhver þjálfari, það sé ekki holdt að taka þetta af svona hratt. Já, þú veist, preferably veistu ekki að gera þetta slow and steady, sko. Var þetta íbúfennkúruna? Nei, ég efast hún að vera á einhverjum verkjatöflum eins og þú þegar þú ert að leta. Þetta var bara vatn og íbúfenn, það ekki? Jú, vatn og íbúfenn. Þetta var gert með einhverju sérfræðingum. En allavega, sko, þetta Met Gala dæmi, þetta er, minnst þetta voða steikt eitthvað. Ekki það, ég var fyrst til að reyna að tróða mér að inni byggja þetta. Já, ætlar að kíkja þarna? Já, bara erfiðast í heimi held ég að fá með á þetta. Já, þú getur nú. Ég held ekkert nógu að segja að setja vinna á FN957. Já, dreita. Mætt með eitthvað góða króksara tísku að það maður og komið feskurinn. En sko, næsta slúður af Kim Kardashian er Ray J sem að með Kim Kardashian í nokkur ár og var á kynlífsmyndbandinu sem lag hérna fyrir mörgum árum, 20 árum síðan eitthvað álíka. Hann var núna að segja í viðtali að opna sig með það Kardashian fjölskyldan hafi skipulagt þetta allt með honum að láta vídeóið leka að mamma hérna Kim Kardashian og Kim Kardashian sjálfa hefði alveg báðar vitað af þessu. Þetta verið gert þess að þykja budduna? Já, basically til að vekja athygli hvernig sem það var, sko. Og ef það var planið þá virkaði það. Það er allir búin að raka inn hana. Heldur betur. Hvernig rökuðu þið inn? Ég meina, þetta er einn ríkasta fjölskylda heims í dag. 308 miljón followers á Instagram, sko. Já, ekki út af þessu myndbandi. Það var þessi kickstartaði náttúrulega. Það samt, var hún ekki alveg orðin þekkt, annars að enginn þú veist okkur var myndbandi. En allavega, að því að hún eiginlega ekki fyrir. Nei, hún hefur verið kannski Rage er bara full of shit. Það er ekki að tala hann í það. Ég ætlaði að bara að segja það. Svo má ekki gleyma því að kannski þetta er bara einhver fúll finnandi kærasti sem að er bara að ljúga sem að veit það. Það er bara með 2,6M á Instagram, sko, eða bara að pakka hún saman. Býtu, er þetta ekki er þetta tónlistamæður? Hvað gerir? Þú veit einhvern veginn Ray J. Ég er að skoða bara Það gerir ekki neitt, sko. Ég meina ef hann er með 2 milljónir á Instagram þá er hann ekki að vinna í Home Depot, það er nokkuð ljóst. Ég held ekki lagermaður, sko. En allavega, við vitum svo sem ekki þetta en hann var að segja þetta núna við fjölmiðla, þessi Ray J. Það er að rannsaka þetta. Já, og svo, Rihanna, hún er trúlofuð
Já, hún miklu upp á Rocky, já, ég dyrkar í honum. Hún minnst hún algjör töffari, hún eiginlega bara eina mínum uppáhaldssöngunum. Já, en vissur, hún ekki búin að gefa út lag í tæp 5 ár. Það er þess ekki. Nei, hún rakin. Sem mjög sorglegt, af því að hún bara gerði geggjaða tónlist, sko. Já, hún má alveg fara að hendi í 2-3 lög eftir að, krakkin kemur. Já. Og hvað er Lucky Guy? A$AP Rocky, ég var lengur búin að segja frá því. Ég er maður með fókusin á Kim Kardashian, sko, þannig að ég er svona Rihanna, ég þarf að fóta og recap. Já, ég vil líka gefa, sko, því að Rihanna er svo illa svöl, ég verð að gefa þessu A$AP Rocky að hann er helviti svalur. Mér minnir að hann sé einu af mínum uppáhaldslögum með Rod Stewart þarna Every day I spend my time. Ég held að það sé hann sem er með þarna. Já, en hún er sko, hún varð svona ríkaldi út af snirtifurlínum og ylvatni. Hún er a billionaire. Já. Þannig að hún þarf ekki að gefa tónlist en við vonum hún haldið áfram. Með ylvatnina, það er sagt sko, ángríns í Hollywood, það er talað um að það lykti engin betur en hún. Ylvatni hennar, ylvatni hennar, sé besta lyktin. Fári ekki, hissa hún sé mótrík. Hefur ekki að kaupa það? Ég held að fáist ekki eins og niður. Hefur ekki líka fyrir menn? Nei, ég held að ylvatni er þetta ekki fyrir konunar. Það er þetta að fara að stenda vel held ég. Það geti vel verið, ég byrti það ekki. Hafið þið skvettað okkur ylvatni? Já. Sko þegar rakspyrinn minn klárast, þá fer ég beint. Já, og mér finnst það sko síðan náttúrulega miklu betri lykt. Ylvatni er betri lykt en rakspyri. Þannig að þá nota ég ylvatni hennar bara miklu lengur en ég á að vera að gera sko. Ég er með ylvatn núna sko. Ég er að því að ég er rakspyralaus. Ég er að sverða sko. Já, þú ert að kaupa Rihanna-lykt til að maður, þá lyktar það vel. Herru, klukkan 4:30 flýgur tíminn frá okkur. Ég ætlaði svo að enda þetta á að Justin Bieber hann hélt hann þetta hamingjusamur og það væri nóg að giftast Hailey Baldwin, hann fekk eitthvað taugafall eftir það en líður vel núna eftir að hann fann Guð. Þetta er basically Jay-Z bjarga á. Já, maður er alltaf að segja sömu fréttinnar af Bieber. Já, samt, þú veist, þú mátt alveg segja þetta oftar. Þú ert ekki með Tom Cruise. En hann á góðum stað þetta. Jú, Tom Cruise kom á þyrlu á frumsýninguna á Top Gun nýjustu myndin og hann flaug henni sjálfur. Hversu dýrstu það? Það er rosa. Hann mætti á frumsýningu, lenti þyrlunni sjálfur og lappaði inn. Það er rosa. Það verður ekki dýrað. Þetta vildi þú heita Tom Cruise eða þú mætti breyta nafninu. Já, ég veit ekki. Ég hef ekki verið spenntur eftir bíómynd í bíó. Í svona síðan leynilögan og undan henni svona 12 ára ángrín sko. Ég er bara að mæta bara ég er bara að hlaupa í bíó. Ætlar að taka luxus og já, ég bara, þú veist, ég telur þetta aðeins. Tom Cruise Einarsson var eitthvað rosalegt nafn. Já, það var ekki geðveikt sko. Það fólk kallar mig á Tom Cruise sko. Það kallaði ekki. Við skuldum auðlýsingar. Það held ég að þeirra hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og já, við drengirnir erum í Fantagýr. Steindi var að segja þeir rétt áður í að hækka í Magnum hans að hann ætlaði að horfa á leikinn Valur Tindastóll í sjónvarpinu heima á sér. Já, ég ætla að mæta á völlin og erum vel peppað. Held með Tindastól. Ég sko blendna tilfinningar því að eftir að við vorum að tala daginn Blö að við ætlum að fá okkur tattoo eða þú veist, þú ætlar að fá þér tattoo. Þú ætlar að elta mig. Já, svo dróst ég inn í þetta. Nei, þú bara bauðst þið fram. Það var ekki að draga þið inn í neitt. Já, þú veist, ég veit það. Þú ætlar að fá þér tattoo ef stólaði að vinna, þá. En ég sagði, málega á hans að vera leðalögur, þá er hérna Tinder Severe Underdog að betja kvöld, sko. Já, það var sem ég gruna. En þetta er alveg sanga þessu, þetta brekka fyrir Blö. En með spurningi frá Húkimenn og Blö. Þið eru svolítið auka maður hana. Valsarar eru ekki búin að tapa einum leik í úrslitakeppninni. Runnu Stjörnuna 3-0 og unnu Káur 3-0. Nei, hérna Þór Þorláksson 3-0. Þeir hata það bara. Já, þeir eru þangað til að Húkimenn og Landakross og Blondale mæta geðveikir í höllin. Já, þetta verður stemming. Þetta eru íþróttir, það getur allt gerst. Við erum bara vel fullir og vel reiðir. Hann á króksarinn að vera. Ég ætla að vera korugt en ég ætla að vera í stemmingu. Sko, það er komið að ég er að spá að setja inn hérna þetta fallega lag. Okkar besta fólki, þetta er Enn og Jón Jónsson. Það er dagskrálinn. Hvernig fer F.A. Valur í fótboltan? Það er eins og held ég með Val. Það getur staðfest það. Og hugi ekki sammála mér þar. Byrju, geti Húkimenn unnið að double í kvöldi? Gegn Völsurum, já. F.A. Tinda? Það var rosalegt. Nei, vona Húkimenn sé að hlusta og gangið vel Húkimenn. Hvor ykkar ætlar að byrja? Ég þekki ekki. Svo förum við í klefan sem við vorum að tala hérna á hann sem ég get lofa ykkur þið eftir að hlæja. Ég veit ekki hvað Steindór, hvað er svona stemningu þín núna? Ég er bara stemningsmaður en ég get alveg farið bara út sko. Hoppaði á brendarann og fáðu verið að síka. Og þú gerir í skaftalið. Fókst og festi bara reyktir eina gamla sík. Ég elskar að sjá þig. Gamla Steinda, hann fór út að fastreikja og leiði hann fekk séns. Rífið upp beina á brendarann. Fáðu þig sík og Nei, ég get ekki. Heldur þú að það er reikinu, þú byrja að reykja hérna bara að prenta rána? Hérna inni? Nei, ég væri örgulega beðin samt að sleppa því sko. Já, það væri skrítið. Það er enginn að vera reyka Steinþór sko. Steindi fer hérna fram. Að gera svona sýnit henni sko. Nei, það er endur ekki hann held ég. Ekki hjá neinum starfsmanni. Ertu tilbúin?
tilbúin Egill? Já, svona, semi, já tilbúin eða ekki, þá byrjum ok. Fyrsta spurningi þekki ég ekki í dag Ég fekk þess að senda og mér ástæðan alveg skemmtileg Ef þú mætti bara halda einu af þessu í lífiðinu Þetta er svona, þetta er 33% líkur að fá stig á eftir Yes. Hverju af þessu myndir halda? Klippa þig, raka þig eða tannbursta þig? Þið að dömpa tveimur hlutum hann og halda einum. Já. Hvað er sem þú getur ekki lifað án hann? I am the devil to the hell þarna. Þetta er allt alveg hluti sem þú verður eiginlega að hafa inni sko. Þetta er alveg helviti erfitt koncept sko. Já, ég ætla að hafa sturta sig þetta með þessu Svo fannst mér að ég myndi allir segja sturta sig Sko Þú myndir alltaf sturta þig, eða ekki? Hefði ég haft það með? Já, það er létt Það er bara, það er samt Sko, ég er að hugsa upp á Eitt að það stendur Tannbursta, ég tek bara tyggjó þar Ég er bara með ekstra tyggjó 24/7 Hættir að bursta? Og þú veist, ég er að hugsa lausnum hérna Ég get eiginlega ekki sleppt í að, þú veist Því ég mæti til Robba og Carter á föstudögum Og teki spaðan á honum og spjöllum bodybuilding Og boltan og hann klippir hárið Ég ætla að vona að fá það frítt Þú veist, þetta er eiginlega hápunktur dagsins hjá mér Og vikuna, ég fór í morgun kl. 10 Og ég man bara, ég keyrði í burtu Ég var aldrei í svona einhverjum gýr Það var sunshine, vika í höllin Ég sendi ykkur það vel, ég er í gýr Sendur þú verið í gýr, þannig að þú myndir halda klippingunni Já, ég bara, þú veist okay. Það er svo rosalega, veist, umhverfið Síðan ef ég vil gera ekstra vel við mig Þá fæ ég mig klippingu og strípur Þá fyrir ég vaskinn og fæ nuttið og ég get ekki sleppt þessu Nei, ég get sleppt þessu og ég lifi fínu lifi bara svo veitur það Svo er það næsta Já, þessi er skemmtileg, það er hvað að senda Ef þið Steindi væruð par Kærustupar Væruð bottom eða top? Excellent question Hvort væruð Hvað snillingur kom með þessa? Já, ég manna ekki Elskar fans með skemmtilega spurningar Væruð að gefa það að þykja svona Ef þú verður að velja hana Sko þannig að það er smá vesen sko no. Því að sko Steindi getur ekki verið kjur eins og hann sagði á hann, menn hann var veikur daginn, hann gæti ekki verið kjur í einu sekundu sko Þannig að hendur hann ekki, hann er alltaf á hreyfingu sko Hann er sko ekki, veist, þannig að ég er veltað fyrir mér sko Ég held að hendi honum ekki að vera bottom sko Þú veit að hann er alltaf eitthvað neður svona, þú veist Hún sé latur samt sko, þannig að ég held að ég væri bottom og hann top sko okay. Þó hann hati þá stellingu sko, en þú veist Þannig að byrju, þú er hvað, bottom? Já, ég held það sko okay. Hann getur aldrei verið kjur sko Ég held að það spilir nú ekki Sæði það á hann sko Já, hvað Ég bara, ef hann ekki sett þetta á hann, ég get ekki svara öðru Skrýtnasta Já, útskýring á svarið sem ég heyrt Þú ert bottom af því að hann getur ekki verið kjur Herði, þá er það næsta Já, þessi gæti orðið erfið fyrir ykkur En hver er besta kvikmyndalína allra tíma? Guð minn góður Þú mátt bara segja einu, ég veit alveg þú segir Það er þessi úr The Rock og það er þessi úr Put the Bunny Back in the Box Já, þú ættir að segja sko Þú veist, top 10 Nei. Að velja eina Já, þú verður bara að hugsa bara hver kom þá Takk þetta bara svo hraðaspurningar Já, ég veit að, ég bara er að hugsa þetta Og þegar sko, mér langar að segja Þú veist, what's the matter? See, I got to put you too many pencils Make it easy on yourself, Dutch Og pencil Sér langar maður að put the cookie down Now, með Jingle All The Way En ég, sko, og ég þarf að velja eina Ég held að sé þegar í Commando Þegar Ronald segir Remember Sullivan, I promised to kill you last I lied Ég held að það sé Hann heldur um annari hendi Með beinhönd Heldur hún bara með deltoid Ég held að Put the Bunny Back in the Box Já, það er það rosalega lína Hvað er áttur rosalegasta lína á The Rock? Já, hérna, Prom Queen Losers always whine about their best Winners go home and beat Ok, ég skrifa bara Commando og þú segir línuna eftir Já Ok, hver var áttur línan? Sko málega Steindi mun aldrei geta þetta Því hann mun giska á okkur á 15 aksjónsetningar Hann mun aldrei giska á þessa Því miður En þetta er þín uppáls Já Hvað er áttur? Remember when I told you I was Remember Sullivan, I promised to kill you last Herðu, þá er það síðasta spurningin ég þekki ekki hjá þér Í hvaða íþrótt ertu bestur? Wow Og vestur í sundið ekki? Jó, það er klárlega slagastur í sundi Ég er ekkert eðlilega lélur í sundi Þú fattir í hvað er lélur í sundi Jó, ég fattir alveg Þú veist í hvað er lélur sko Ég er valla sindur Veistu, ég náði Ég 100 kílómetri til þess að útskrift og íþróttafræðin í HR á 23 mínútum sko Náður þið? Og ég ætla að taka það í 12 metrarlaug og ég ætla að spinna mér skil Ég ætla að fara í Vogana og það er 12 metrarlaug þar Ég og Patrik Jóhansson fórum 2 þangað í roadtrip og tókum prófið þar Það hendaði okkur betur Það er mjög snöð Þegar skil hans verði ekki bara útskrifað sko Það var alveg vissin En sko ég held að
rétt svar væri sko ég er góður í hlutum eins og að ég er fínn í spjótkasti, að kasta hlutum, kasta ykkur úr kúlum, hlaupa hratt. Ég held að talandi hlaupa hratt, það endalaust verið að dæla mig á Instagram hvernig hlaupið ykkur sem við getum staðfest að það verður núna eftir höllina. Já, við ætlum að taka í The Sunshine. Já. Bara nú að fara að byrta til. Ég held að íslensk glíma er rétt svar. Ég er HR meistari í íslenskri glímu. HR meistari? Já. Og ég held að íslensk glíma með belti og það hendaði mig mjög vel. Þannig að það er þín sterkasta íþróttagrein. Líklega. Ok, geggja, skemmtilegt svar. Herru, hoppaði fram og segðu Steinda kom inn. Takk. Ég ætla að hækka hérna eins í okkar besta fólkja með hann. Það kemur Steindi röltandi í trullaði. Það kann þetta alveg. Já. Hann var ánægður með þetta er skemmtilegt þetta. Já, ok. Þetta er ekki óþægilegt. Næst þú ready, besti? Já. Minn maður, þú veist það. Já, takk sem leiðis. Það meðanblöð. Það var það fyrsta spurning. Já. Ef þú mætti bara halda einu af þessu, hverju myndur þú halda? Þá erum við að tala um klippa þig, raka þig eða tannbursta þig. Mætti ég halda einu? Já, það er tvennt þarna sem þarf að fara. Hvað klippa, tannbursta, baða? Nei, klippa þig, raka þig eða tannbursta þig. Já, ég myndi halda bara tannbursta og sleppa einu. Já, það er á bucketlistanum mínum. Á tannbursta þig? Nei, að safna. Mást ekki? Við tölum um til plöggastinu, heilengi. Þú ætlar að safna skeggi ár. Safna skeggi ár. Já. Og örgulega kannski hár. Nei, bara skeggi. Þannig að þetta var létt fyrir þig. Skýtlegt. Já. Þú vilt tannburstaðið áfram. En ef við hefði bætt við þarna fyrir sturtu, hvort það eru fórnað tannburstaðið að sturtunni? Þá er þetta orðið ógeðslega erfitt sko. Af því að tventa þessu er svo ógeðslegt. Já. Að safna skeggi og hári er ekkert ógeðslegt. Nei. Þú veist, það er alveg hægt. Já. Og þú getur alveg, skilur, verið meðal fólks ennþá. Já, en þú verið meðal fólks sko, og þú tannburstaðið ekki? Já, það er erfitt að þú baða þig ekki. Já, þú baða þig aldrei. Þú veist, hvernig ertu eftir bara, þú veist, nokkra mánuði? Það er rosalegt. Það var það næsta spurning. Er þið Egill? Ég fekk eins og ég sagði við Egill án. Ég fekk þess að senda á Instagram, mér er það skemmtileg. Hérna, ef þið Egill verið par, kærustupar, hvort verið þú bottom eða top? Hvort myndið heillaði meira? Já, þú veist, ég heilla mig meira. Hvort verið meira fyrir þér? Mér myndi finnast bara svona nokkuð fyrir ef það væri bara bæði. Ég myndi svona skiptast á. En verður að velja hana? Hvað mennur, bara verið að velja hana? Já. Og er það bara alltaf þannig? Já. Það er ekkert gaman við það? Nei, þetta er bara svona spurningin. Það er bara alltaf þannig? Já. Og þá fengi ég aldrei að prófa hitt? Nei. Það er mjög skrítið. Nei, þetta er basically hvort langaði meira að vera. Já, þá hvort langar meira að vera? Hvað er það? Þú veist. Óðanlega þetta flóki svar hér eitthvað. Nei, ég er að segja ég myndi velja held ég topp. Verða topp? Já. Enda topp maður? Já. Það er topp. Já, þessi er erfið. En svona eins og ég sagði við Egil að ég vissi að þið myndu báði fara á milljón þegar ég myndi spyrja þessu svona hvað kemur eiginlega fyrst upp í hugan hjá þér. Já. Hver er besta kvikmyndalína allara tíma? Það eru margar maður. Já, grunaði það. Það eru rosalegar. Ég fór beint í Billy Madison. Já, hvað lína? Sem er Shampoo is better. Já. Og þú veist og líka bara, þú veist það er bara svo margar sko. Þú veist það er eiginlega bara öll myndin er bara hey kids, that's me. You thought I was dead. Maður ekki þegar trúður vaknaði. Já. Og bara fullt af myndum sko. Þú veist. Línum. Já, fullt af myndum sem að Já, þú veist Donkey Kong sucks, you suck sko. Já, en þannig ætlar að velja einhver úr Billy Madison eða? Nei, ok. Ég, sko besta línan, þú veist, svo náttúrulega ertu líka með Put the Bunny back in the box og Always Bet on Black sem er bara ein besta lína allra tíma. Sko, svo lína sem þú hefur sagt oftast í kringum mig er Always Bet on Black. Já, það er náttúrulega Passenger 57. Já, Wesley Snipes. Og hægt, mjög þægilegt að taka þessa línu með í rúlettuna til dæmis. Já. En þetta er samt ekki besta línan. Þú veist, ef maður pælir í bestu línunni þá verð ég að segja að það sé Shang Tsung í Mortal Kombat fyrstu. Þegar hann segir Nei, hérna Steindi. Þegar hann segir Your soul is mine.
Þetta verður að vera lína sem ég hef heyrt. Ég hefur aldrei heyrt þessa línu. Your soul is mine er mjög fræg lína. Ég eins mikill movie buff og finnur. Ég get ekki sagt þetta. Ég get ekki gefið leyfi á þetta svar. Betur, hefur aldrei vitað það að Shang Tsung segir Your soul is mine? Nei, þú og hinnir 200 sem fóru á þessa myndi á Íslandi kannski þekki þetta. Þetta er Flawless Victory, hann tekur sálina. Þetta er líka bara, þetta er tölvuleikja lína meira heldur en kvikmyndalínu sko. En hún var, Kristoffer Lambert var Raiden. Þetta er rosaleg mynd, þetta er eins og besta sko. Já, en þetta er línu og tölvuleik. Hvað samþykir ekki línuna? Það er rosalegt. Ekki ef þetta er línu og tölvuleik, ég baði bíómynd. Já, hún er í bíómynd sko. Hún er rosaleg. Já, þá get ég náttúrulega fundið aðra. Það er náttúrulega, mér finnst Always Better on Black mjög góð lína. En ég veit bara hann eftir að gíska það sko. Já, það má ekki svindla þannig. Nei, hann kom með línu sem eru upp á slínan sko. Já, þá segi ég örugglega það. En mér finnst samt Your soul is mine. Já, það er flottari. Ég hef aldrei heyrt þetta. Það er rosaleg lína og hugsaður út í það sko. Herru, þá er það síðasta. Í hvað íþrótt ertu bestur? Fótbolta. Okay. Fljót svara. Já. Í góðri fótbolta. Ekkert vera að hlæja. Ekkert vera að staldra við þar. Nei. Ég er bara fínn í fótbolta. Já, og hvað hefur svona annar komið til greina? Hvað, maður er sopnaður þarna framme? Ég er að reyna að ná aðteglið hana. Nei, ok, ekki segja. Hendur þú glögga? Ég hendi... Hvað var þetta? Toppbúrstól. Það er rosalegt. Já, hann hafa komið þinn, þannig að ekkert vera að segja eitthvað annað. Nei. Þá, sko, Egill er búin að vinna 2 vikur í röðu, þykki. Fyrstu brennfart þarna framme? Nei, hann bara kastaði ykkur í gluggan. Já, við vorum að reyna að ná aðteglið. Já, ok. Hann bara döð brá. Sko, þú getur náð í 3-peat. Já, ég er on a roll. Það er ekki hýr. Já, ég er samtalið í stemningu líka sko. Og þannig að það er mikið undir. Ég reykið í þetta. Fyrsta spurning, Egill, ég spurði Steinda ef hann er að sleppa að einu af þessu klippa sig, raka sig eða tannbursta sig, hvað valdi hann? Sko, þú þarf að lesa kallina þenn sko. Já, þú er búin að vera að lesa hann í tæri. Það er að, sko, veist alveg að þú er margótt sagt að Steindi sé erfiðastu að vinnunum það gerir sér til. Hann er hægur og vill vera sexy og allt þetta. Já, sko, svo vinnum við sem spegla sig mest. Já, en síðan móti kemur að svona, móti kemur að síðan er þessi listamaðurinn í honum sem langar að, þú veist, safna skeggi í 2 ár og fara aldrei í klippingu og vera svona eftir sveppi í honum líka. Hann er svona á það til að, þú veist, hann sveiflast á milli að vera svona influencer og sexy / listamaðurinn og hætta að raka sig. Þannig að ég er veltað fyrir mér, ég held að hann haldi inn í tannbustan. Það er rétt! Yes! Ég vil koma með 1 stig. Steindi, ég spurði Egil að svona spurningu. Hverju ætlaði Egil að halda af þessum? Mér finnst þessi þægileg sko. Já, ég meina Robba Carter fara á hausinn ef hann myndi hætta að fara í klippingu. Ég er enda að halda hann borgi ekki þar. Það er loka svar, það er klippingin. Það er rétt! Já! Ég var vonið myndi ná dominating lead. Egil ætlaði að vera bara með tyggjó og nýkliptur alltaf saðan. Það er mér svo opna bókan. Já, það var hárið það skiptiði mig að miklu. Ég veit það, þú vissir það. Ég spurði Steinda ef að þið væri par félagarnir, hvort myndi hann vera bottom eða top? Hvað Steindi sagði? Já, hvað sagði Steindi? Sko, ég held að fólk vita það ekki, en sko Steindi er lúmskur rassakall. Lúmskur, þú veist, hann er ekki ykkur, ég er ekki að segja sé ykkur alveg hardcore rassakall. Hættu, þetta er ógíslegt. Hættu. En leynir á sig með það sko. Þannig ég held að myndi að vera helviti gaman að hossast það að sá gilsarunum sko. Myndi ég halda sko. Þannig að þú segir hvað þá? Þetta ég veist, ég svolítið í nefbeginni og framstíðunum. Hvað er svarið? Ég veit ekki eins og eitthvað framstíðin Ég held að Steindi myndi alltaf vera top. Það er rétt! Sko, ég er að pakka sér saman. Ég sagði samt ekki alltaf top. Hann langaði að svissa. Mér fannst þetta að vera svolítið frekar að við ættum að vera að svissa. Óttar það þessu? Já, ég meina hvað. Það var ekki spurningin samt en þá er það Steindi til þess að halda þessu áfram jöfn 2-2 eftir 2 hefur aldrei gest í þessu. Ef við varum par. Ég vona innilega og drullir að þið nú. Ég þarf að vera yfir í næstu. Hvort sagði Egill að hann er bottom eða top? Ég ætla að gíska að sé sama svar. Top? Já. Nei, hann sagði bottom. Þannig að staðan er 2-1 fyrir Egill. Og ég spyr þá fyrst að Steindi það núna að reyna að jafna. Hver er besta kvikmyndalína allra tíma að mati Egils? Að mati Egils? Já.
Ok, við getum ekki drifið okkur núna. Það er bara þannig. Nei, þú varst samt Auglýsingapakkin þarf að bíða. Já, við skuldum að Við viljum ekki Rikki þess að vera velreiður Nei, sko, við erum samt, núna er þetta við verð að fá stig. Já. Og ég veit, það eru línur þetta. Dylan, you son of a bitch er rosaleg. Ég veit það bara að hann elskar þessa línu. Put the cookie down er sterk. Já. Put the bunny back in the box er rosaleg. Svo náttúrulega má ekki gleyma það svona klassískri línu sem er náttúrulega rosaleg en hefur, það er bara eins og hasta la vista, baby. Skilur, orginal línan, skilur, bara úr Terminator. Nei, er það ekki, var ekki Terminator? Jú. I'll be back, þá var það kannski meira. Já, I'll be back, hasta la vista. Það er líka mjög fræðilína. En hverju ætlar að svara hann? Hann er að velta steinu. Shit, ég verði að fá þetta. Af því að þetta er, ég verði að fá stein núna, sko. Það er, ég ætla að segja að þetta sé Ég ætla að segja að þetta sé Put the bunny back in the box. Nei, hver var lína þinn? Ég þarf að hrósa steinda. Þú varst með, ég las upp 3 ára á hann. Þú varst með 2. Ég var með put the cookie down. Ég var með what's the matter, see I get to push you too many pencils. Og sér var ég með remember solely when I promised to kill you last. I lied. Og það var the winner. Besta línan. Það er á kommando. Það hjælt honum yfir fjallinu, eða ekki? Með annari hendi, bara silkislagur. Hvað sagði Steindi, Egill? Hvað vil hann meina sér besta lína kvikmyndana? Það er ein lína sem hann hefur, held ég, sagt svona 60.000 sinni í FNÍ Blue og það er always better on black and Passive 57. Segir það þessi svari? Er það loka svarið? Já. Sko, þarna núna verði ég að gefa. Ég ætla að sjá hvað gerist í síðustu spurningunni. Af því að Er ég með hálfstig? Já, Steindi sagði annars svar sem ég tók af honum. Hann sagði eitthvað svar úr Mortal Kombat sem enginn hefur heyrt. Ég var Mortal Kombat maður. Já, Shang-Chi, ég sagði your soul is mine. Úff. Það er rosalega lína, þú þekkir hana. Já, ég valdi hætti að segja áður. Ég hætti að segja always better on black svona 60.000. Svo viðurkenndan. Hann vildi ekki segja það því að þú myndir giska á. En Egill hefur heyrt hinulínu margótt. Egill hefur heyrt hinulínu margótt. Ég elska Mortal Kombat. Ok, sko Egill, þú gæti fengið fullt úr stiga. Ég ætla að sjá hvað gerist í síðustu spurningunni. Ég er dómari og spyrill. Ok, gott. Steindi, ef þú nærð þess ekki, þá er Egill búinn að vinna hvort þeir. Þá gæti hann fengið fullt úr. Þá gef ég honum rétt fyrir always better on black. Í hvaða íþrótt er Egill bestur að hans mati? Í hvaða íþrótt? Já. Sko, þú veist, þetta getur verið trikki, sko. Þú veist, ég ætlaði að fara að segja fótbolti. Ég er ekki áttur með fótbolta, sko. Nei, enginn á okkur er það. En sko, síðan fór ég að hugsa. Þú veist, eins og kraftliftingar, það er náttúrulega íþrótt. Hann er ekki sagt það samt. Please. Þetta er Nú fara enga aðstof frá með núna, Steinþór, sko. Við langar að segja dodgeball, sko. Það er reyndar ekkert eðla. Nei, ég ætla að segja. Þú verður að skjóta. Ég þarf að læra að þegja stundum. Ok, ég ætla að segja að hann sé ég veist að Ég tek ekki að þér. Nei, býtu. Ég ætla að segja í hvað íþrótt. Og þú erum með svona 3. Og þú erum með svona klukku. Já, þetta gengur. Við erum svona niðurtælera. Svona niðurtælera sem gefur svona. Og það er körubolti. Nei, það er íslensk glíma. Hann var HR-meistari í glímu. Herru, en ég, sko, dodgeball var ekkert eðlilega gott svar það. Því ég er líka kópásmeistari í dodgeball, sko. Þú getur alveg gott gisk. Þú getur alveg svo fyrsti í sögunni til þess að ná fullu húsi. Í hvaða íþrótt er Steindi bestur að hans mati? Sko, glíma? Má að segja þetta? Íslensk glíma er alveg virt íþrótt, sko. Já, hann vann mót í þessu. En þú varst ekki alvöru mót? Já, jú, HR mót, sko. Hvað er HR? Maður er það háskóla Reykjavík? Ég er ekki fyrst og veitur ekki hvað það er. Ég tók alla í háskólanum og skellti þeim niður. Sko, ég ætla bara, ég er að hugsa upp á þetta. Steinþór, við þekkjum hann. Hún finnst að vera geggjaður í öllum íþróttum. En ég hef heyrt hann segja að hann var vist bara helviti góður í fótbolta. Hann myndist á það eins og ég segi fótbolti. 4 stig Þetta er mesta bust sem ég séð síðan að byrja með þetta. Til lökum með þetta, við skuldum auðvitað fyrir löngu. Og svo kemur klefi og það sem að ég lof ykkur að síðasta símtali í klefanum eftir er eitthvað mesta veisla sem ég lenti í langan tíma. Beint eftir auglýsingar. Fyrir að hlusta ég er á FM 95 á FM 957 og við erum ekki í beinni útlendingu núna við Steindi því að við erum komin í klefan góða. Já,
það er hár rétt, já. Hérna er náttúrulega, já, ég er nú oft sagt okkur líði best hérna. Þetta er svona uppáhaldsstaðurinn okkar í húsinu. Já, hérna er Cozy. Ég er samt með smá í maðurinn því ég var að taka símtal sem að við megum ekki spila. Nei. Og er svona aðeins að jafna mig á því. Ég vona að verði ekki eitthvað vesen. Já, viltu eitthvað deila því með? Já, við ætlum að tilkynna lögregluna að þaki færa af höllin eftir viku. Það var ekkert tekið vel í þakap. Þannig að við ætlum að fara í eitthvað svona aðeins meira léttleikandi, ekki að hitt áttu nú að vera létt og skemmtilegt. Já, þeim fannst ekkert sniðugt að vera með ykkur flippi, sko. En við hringdi nú ekki 112. Nei, það er aldrei gert. Alls ekki. Það má alls aldrei, það má bara ekki gera það, sko. Það er kannski ágætt skilabóð að það má aldrei vera að djóka þar. Það svo verður af rópin. Og ekki heldur bara í hitt. Nei, það er farið. Og ég veistu hvað, blöð, við hættum sko svona að djóka og vera, þú veist, við þurfum ekki bara að hætta þessu. Bara pakka saman flytja til Frankfurt, velja rétt símtölun. Já, ég byrja bara að vinna bar í Frankfurt og þú ert með eitthvað þægilegra, sagður, eitthvað svona léttara heldur en það sem ég ætlaði að gera. Já, og sko, og þetta er heldur ekkert grín. Nei, þetta er ekkert grín og ekkert glens og sperrell. Jú, samt því að þetta er ekki nöfnin. Þú ert í basically að þetta er símat. Já. Þú ert að ljúga. Já, þetta er alnafni. Ég veit í rauninni ekkert alveg hvað þetta er. Þetta er alnafnin. Jú, þetta er ekki til þess að gleðja fólk. Af því að þetta brýtur upp daginn. Já, hjá þeim sem þú hringir í. Já, og bara þeim sem eru að hlusta. Og vonandi þig líka. Hvaða nafn viltu vinna með í dag? Hvað viltu heita? Veistu hvað? Ég er í það miklum gýr. Ég er í stemningu. Ég er í stemningu í dag. Ég ætla að leyfa að velja. Já, ok. Bara kallmann, kvenmann. Ég ætla að búa til eitthvað gott nafn. Sko, kvenmannsröddin er hræðileg, þannig ég fyrir í kallmann, sko. Og ég er sko nýbúin að vera með influensuna. Þannig að ég er, hálsin á mér er sko, er röddin sem sagt. Ég var til að prófa það samt í dag. Því að þetta geti unni með mér. Hvað? Bara, röddin á mér er ekki alveg komið tilbaka. Já, ok. Já, halló. Á hverju ætlar að byrja? Hallgrímur Hallgrímsson. Hallgrímur Hallgrímsson. Mjög gott. Ætli þessu margir eða? Þeir eru nokkrir. Er það? Já, ertu tilbúin? Já. Ok. Ég er spenntur. Ég er bara sjálf verið spenntur fyrir símtali og þessu. Halli? Já, góðan daginn. Nei, sagður Halli? Já. Já, skemmtileg tilviljun, því ég kallar Halli líka. Nú, ok. Já, en Hallgrímur Hallgrímsson. Sá maðurinn, já. Það heiti ég, já. Það er nafnið. Það er nafnið. Yes, sir. Það er nafnið mitt. Ég heiti Hallgrímur Hallgrímsson. Já. Og það gerir þú líka? Það gerir líka, Hallgrímur Hallgrímsson. Báðir er við það. Já, báðir kallaðir Hallar. Já. Báðir tveir Hallar líka, þetta er... Er það kannski kallaðir Halli Hallgríms? Nei. Jú. Þið líka. Þegiðu, er það? Er það ekki bara tvíburar? Þetta er... Hvað vitlis er þetta? Ertu stundu kallaðir Halli Hallgríms? Hringdi ég þig að þú er þig? Já, sko, þetta er... Býtu, hvað er að gerast þetta? Ég skil þetta ekki. Herðu, já, hvað segirðu? Ég sé bara fint, ég er hérna út af Spánu, var að klára golfring og það er bara hérna að hafa mér eitthvað að borða og þú veist. Nú, almennilegt maður. Já, ertu í golfi, já. Já. Helvíti er gaman að þessu maður. Já. Býtu, hérna, hringdi þú eða ég? Þú hringdi. Já, það ekki. Herðu, hérna, já, einmitt. Já, það minnir mig á það. Ég ætla nú bara að hringja sko til að bara hlera sko og heyra bara af því að ég kom staði að við værum nafnar og ég hef nú svolítið gaman að þessu nöfnum sko. Ok. Já, ertu ekki bara sáttu við þetta, nafnið? Jú, bara helviti góður. Já, heyrðu, ég er ánægð með þig. Ég vonandi gangi vel í gólfinu og við varum nú gaman einn daginn að hittast með kilvurnar og 2-3 kalda. Já, það er ekki slett. Það er ekki, allnafnandir. Allnafnandir. Já, tveir Hallar. Hvað er þú búsettur? Ég er nú bara búsettur þetta fyrir vestan, sko. Fyrir vestan? Já. Hvað er fyrir vestan? Ég er bara þetta í Fosskarðsrósinni, nummer 7. Þú ert ekki bolvíkingur eða svolítið, finnstu þeir? Jú, húð og hármaður. Ertu þaðan? Já, ég er ættað það. Nú, ok. Djöfull er þetta spesmaður. Þetta er algjör trögl. Heyrðu, ef ekki að segja það bara, ég ætla ekki að tröfla þig, þú ert erlendismadur. Ég er nú bara ger ekki neitt, en þú nýtu inn og baðar það í sólni. Ok, verður. Ok, segja það nú. Já, bæ.
Hvaðan ertu? Hvað gæst ekki neitt fyrir vestan? Ég er að götu 7. Nei, Hvað sagðirðu? Ég sagði Þú fegst bara eitthvað heilablóðfall? Nei, ég reyndi að gera þetta svona Nú, okkur af því að hann þekki kannski allt fyrir vestan. Já, þú hefði ekki sagt bara Ísafjörður Já, ég bara panika. Ég held Hann var ekki að byggja eitt götu Ég held að tala. Hann sagði, hvað er eftir fyrir vestan? Og sagði, ég er þetta á fast komin aðeins sem 7. Það er svo að slitni, skilur aðeins í síman. Hann er erlendis. Ég held þú bara hefði ekki getað neitt fyrir vestan Jú, ég náttúrulega veit alveg allt hvað er að gerast þar. Men það er vestan, það er bara Ísafjörður og það er Þingeyri og... Já, ok, það hefði getað sagt eitthvað þessu. Hann er úr Hafnarfirði þessu sko. Já, ok. Þetta var nafni, dagsins alnafni. Já, herðu, býtu hvað asir gági hérna? Þetta er ekki svona. Ég nefn ekki fleiri. Jú, Nei. eitt annað. Ok. Alltaf. Ég veit eitt sem heitir Knútur Dúi Kristján Símsen Jónsson. Það er helviti. Það er langsótt sko. Finnst þér? Það var 1 símtal. Já, ég þarf ekki meir. Ok, þannig að ef það er lélegt þá er þetta að fara að enda þetta bara á einhverju þú verður ósáttur, þú veist það. Já, þetta er bara 1 símtal. Já, við sammálum það. Ok, þá ringi ég hérna og þetta er Hólmfríður Arngrímsdóttir. Já, nú ringi pabbi hérna. Tilbúin. Já. Hólmfríður. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Við hvernig er ég að tala? Er það... Er ég með hjólísi eða eitthvað? Já. Halló. Heyrðu mér, Hólmfríður. Já, hvað heitir þú? Heyrðu, Já. ég er að hringja út af hjólísinu. Já. Hvað heitir þú? Ég er að hringja út af hjólísinu. Já. Afsakið, ég steig hérna á Lego Cup. Ég er að taka hann hérna úr Þetta er bara jafna þig. Jú, býttu. Ái. Heyrðu, Hólmfríður. Já. Ái, býttu. Getur það beðið, Hólmfríður? Já, viltu hringja aftur eða? Nei. Já, ok. Ég var bara að hugsa Já, hjólísið, ertu með það? Já, örugglega, en ég veit ekki hvað þú heitir. Hvað heitir þú? Æja, fyrirgefðu, ég þarf nú að taka mig taki. Ég leið og Heyrðu, hringdu bara í mig aftur þegar þú eru jafna þig. Það er algjör óþarfi. Ert þú ekki Hólmfríður Arngrímsdóttir? Jú. Já, fyrirgefðu, ég akkurat nefnilega því hringdi ég þá stið ég á Lego Cup og sullaði hérna niður kaffi og svona, þetta var óalega skrítið allt saman. Heyrðu Hólmfríður. Já. Já, hjólísið er hægt að sækja það í dag eða? Heyrðu, ég Fyrirgefðu, aftur. Þú vilt ekki gefa mér nafnið þitt, ég nenni ekki að tala Jú, nafnið, fyrirgefðu, var ég ekki búin að gefa út nafnið? Nei. Hvernig læti ég? Eiginlega. Já, ég veit það ekki. Voðalega vitleysir þetta. Já, Hólmfríður, hjólísið er á staðnum með það ekki og það er hægt að sækja það við fyrsta tæki var ég vantilega Þú gleymir alltaf að segja nafnið, þú er bara að skella á Já, hringt aftur. Svo, þessi rekkur gengur út og segja nafnið þitt. Ég veit það, ég hef aldrei ég hef aldrei fengið ég mikið hláturskall sem ég ræði ekki við það, ég er allur Og byrjaði að láta að tala sem kall. Ég veit það var ástæða fyrir því Ég veit það Ég er bara steingleimt að breyta Sko, hún er ekkert að fara að svara, ég held að sé ekkert að hætta að enda þetta betur en þetta. En please að ringja, því að ég ætla bara rétt að segja að ég glemt sko Ok. En ég bara glemt að breyta röddin. Hvernig get ég glemt að breyta röddin? Já, halló. Nú, alveg vill sér þetta Já. Hólmfríður, fyrirgefðu afsakið. Ég átti nú eftir að kynna mig. Já, ég er bara að spyrja mörgursunum, sko. Já, ég skiljanlega varstu nú orðið þreytt á þessu. Afsakið þetta, en já, ég heiti sérst Hólmfríður Arngrímsdóttir. Nei, Jú, ég heiti það. Já, ég veit það. Og það fannst mér vera svolítið skemmtilegt í þessu
og svolítið svona auka fítus hérna í kringu hjólísið. Þannig að mér fannst þetta að vera svolítið svona doppul skemmtilegt sko, ef þú spyrir mig, bæði nöfnin og líka auðvitað skemmtilegt með hjólísið. Þannig að erst þú ekki bara glöð með nafnið? Heyrðu, ég nenni þess ekki, þú vilt ekki gefa mér nafnið þitt, ég ætla bara að skella á þig núna. Já, þú meinar? Já. Já, við náttúrulega erum alnöfnur sko, þannig er staðan. Hvað er röddinu? Ég er náttúrulega ekki með rödd sko. Röddin er eiginlega farin. Ef ég reyna núna þessu. Halló. Já sko, þú hefur aldrei verið með góða kvenmannsrödd þó að það sé lægið með hana. En hún er verri núna. Já, hún er verri, ég get alveg staðfest það. Þetta voru alnafnar dagsins og vorandi höfðu gaman að þetta gekk vel. Því líka Stefán. Já, þetta er gaman að Já, þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 klukkan 20:05 fyrir ykkur sem voru að spá í það. Maður gleymi því stundu sem útvarpsmaður og maður á að tilkynna tímann. Það? Já, og gefa bíó með það. Það var alveg sportaðið með á sín tíma. Segðu hvað klukkan er reglulega sko. Sagði hann samt við í alvörunni? Já, og líka talaði brosandi þegar það skila sér á sett brosandi. Ég man þú sagði mig það, mér er alltaf finnst það svolítið asnalegt eins og núna að vera að tala svona. Já. Já, það er hress sko. Það heyrist á hress. Það heyrist alveg blöðan hress, hann er brosandi sko. Já, en maður hefur tekið stundum upp lög svona, brosandi. Ef það er mikið stemning í þeim sko, þá maður að reyna lög. Já, brosi í leginu. En hérna, en ég er að spá strákar. Ég er samt einhvern veginn bara, það er ótrúlegt eftir öllis ár. Það finnst mér ennþá, gaman einn alltaf á föstu. Ég bara, þarf ekkert eitthvað að brosa til þess að það skýn í gegn. En þetta með, sko, klukkuna. Ég tengi ekki við þetta, þú veist, ef ég er að hlusta einhvers staðar. Ég meina, það er allir með síma og bíð. Já, það voru ekki komnið símar hann að þú varst að vinna með valasport. Það er ekki jafn mikilvægt núna þá, sko. Ég er ekki með klukku heima hjá mér. Með síma? Já, með síma. Ég með síma, það er klukka. En okkur setur ekki svona stóra hugulega klukku hérna á reyndirinn? Sko, það er náttúrulega klukka á opninu. Það er nóg pláss á veggjunum. Já, nei, það er stór hugulega klukka, skilju hvað við svona. Já, það er náttúrulega klukka á opninum, en hún er biluð. Þú veist, hún er röng. Herru, hættum að tala klukkur og förum með nýja liðin hans Steindar. Ég kann það ekki, en ég er með síma. Fengi mann í það. Og ég er að finna þetta lagið undir þetta, hvað heitir þetta aftur? Hinn fullkonni dagur. Og hvað klukkur sér liður? Útskýruna lið. Sko, málið það, að því að núna erum við að fara að vera með 10 ára afmæli í höllin næstu viku. Já, eftir nákvæmlega viku. Já, og hérna eftir nákvæmlega viku pluss 39 mínútur. Já, og Egill sagði við okkur daginn að það hefði komið einhver til hans í mælingu sem var búin að gera svona hann og vinahópurinn hans. Þau ætluðu að gera geggjan dag úr þessu. Þú veist, þau ætluðu að fara hérna, hvað var það, í fótsnýrtingu? Já, þeir voru bara að plana, menn bara að frívörk, en mikið liðið er alltaf, þú veist, er bara búin að græja frí hérna. Já. Og fólk tekur day of fun, því að fólk má ekki glemja, þetta er dagdrykkju koncept. Höllin alltaf, þú veist, Richard byrjar 18:00 og það verður að flauta þetta á miðnætti, þannig að þú byrja snemma, þetta er 6 tíma veisla. Já, sér getur þú bara að sippa þær og þar í bæinn í engapartí og drullu saman, bara þetta byrja snemma. Fólk getur gert síðan bara það sem það vill eftir höllina, þannig að fólk er að line upp í day of fun sem ég elska. Þannig að ég fór að hugsa, ef þið værið að fara, þú veist, þið værið ekki að skemmta og þið værið ekki að halda þetta, þið værið að fara. Já, hvernig væri fullkominn dagur hjá okkur, þannig að þetta er ekki ný dagskalur, þetta er basically bara hvað að gera þannig. Ég ætla að koma einhvern veginn lið. Nei, af því að sko, svona alltaf eru alls konar events framöndan, þú veist, við getum ekki tengt þetta við hvað sem er, ég meina, það er körfuboltaleikur í kvöld, ég hefði getað tengt þetta við hann, þú veist, þannig að, en nú, þetta er tengt við höllina, af því að þú veist, ok, þú vaknar, þú ert fyllibita sem þú ert blöð í rauninni í þessum leik líka. Þú veist, hvað gerur? Klukkan hvað vaknar? Þú ert í fríi, sko? Já, ok, ef ég væri að fara á 10 ára afmæli FM 95 Blöð, bara fullkominn dagur bara vörðblöð. Já, vúrtblöðin er bara ég. Nei, bara þú. Ég myndi, vúrtblöð er ég, þú veist það, sko. Hann er svona besta útgáfan að þér. Ég myndi reyna svo út, ef ég geti það. Er það? Já. Verða velkvildur. Svo myndi ég heyra í til 3, eins og Steindór. Svo færi það pínu eftir. Veist, það er ég að fara með, sko. Þú eru ákvað, ert að fara með stórum hóp eða bara einum? Ég myndi vilja fara með stórum hóp. Já. Ég myndi vilja hafa þetta svolítið þannig. Ok, þá myndi ég bara hópa alla saman í lunch
Já. einhvers staðar. Vettlands Vettlands. Ok, Mjög mikilvægt. Hvar væri það? Ég veit það ekki, bara einhverjum góðum stað sem er góður matur og drikkir. Já, eru að tala um brönns eða bara hambúrgara? Hvað er þetta? Nei, ég var svona eitthvað, ég veit það ekki, bara eitthvað skemmtilegt. Sushi? Bara hell í sig í hátinn, þetta er ekki flókið sko. Bara steik og raut þess vegna. hell í sig í hádeginu. Það er mjög mikilvægt og það er líka kannski gott að hlustendur eða þeir sem eru að koma í afmæli vita þessu. Já. Borða vel daginn. Já. Ekki það að verður náttúrulega pítsur og fleira, en þú veist, þannig að maður sé með fullan maga fyrir svona góðan dag. Þannig að vera ekki döður fyrir skaup. Já, ég myndi fara í steik eða eitthvað djöfilinn með liðinu. Svo myndi ég sko eina sem að bögga með, ég hefði viljað hendi bocciamót. Og ég er ekki svona ljóða í einu sekundu sko. Út króksari sko. Já, og ég veit að Rakel myndi ekki nenni í bocciamót sko, en það væri draumur minn, en það væri erfitt ef ég er komin eitthvað að En borða. karaoke síðan. Já, hafði engar áhyggjur. Fyrst ég er ekki að fara í bocciaði, Já. þá myndum við fara í pílu. Já, þá, hvað er klukkan á það? Þú veist? Þá er klukkan um 2 Já. og allir konir aðeins í Já, píla. Já, þar væri teknir nokkrir túborg og krana og kasta pílum, svo væri farið beint í karaoke Já. og Þetta er syngja rosalega það. uppskrift. Já, þetta er bara, dagurum verður ekkert mikið betri. Þetta er rosalegt sko. Svo myndi Ekki keila? Nei, það væri erfitt að því að ég er á leiðin í höllina. Þetta er hann að halda sér hérna í kring, annars væri ég alltaf að vera í keila. Já. Og já, svo myndum við bara fara í nokkuð staup og koma okkur inn í höll. Ég held að þetta væri bara eitthvað svona sko. Limma það? Nei, ekki 42 ára. AC Limma. Það er ekki til lim á Íslandi held ég. Ekki lim með þjónusta. Þannig að þetta er basically í rauninni í Vorum við lim um grunninn. daginn? Sko, í grunninn er þetta þá bara lunch og karaoke Og píla. og píla. Ekki glema, króksarinn elskar og glemdi boccian líka sko. Já. Já, en það er erfitt að því að ég myndi vilja fara í boccia í garðinum heima sko. Já. Það er ekki bara nokkra kúlur og... Eða bara Eða bara bjóða öllum heim í grill. Já. Svo boccia, svo niður í bæ í pílu Það er líka og rosalegt. karaoke. Ég held ég myndi gera það þannig. Já. Það Grilla fyrir- heima. Já, minnst að byrja þetta svolítið seint. Það er eina. Ég hefði viljað... Í hádeginu. Já, sko, Ég er ekki eins og þú og fjölskyldaðin aðfangadag, bara byrjar 10:30 að sulla í mig sko. það var rosalegt. Ég mæli með því. Það hefur öll veik þetta. Já, vorum ekki að sulla. Vorum ekki veik. Voru drekka stíf. Fengum ekki áfengiseitrun. Fengum COVID. Þetta er samt þess að það er að segja, herru, við vorum ekkert að sulla sko. Það var stíft en ekki að... Nei, það var ekki stíft drikja. Ok, þá er Ég veit það. Og mitt koncept er ekkert ósvipa og blöð. Þannig kæmir alltaf með í mynd dag. Já, Þetta er rosa dagur. Ég myndi vakna satt 6 líklega og 6 morgunin. byrja daginn svolítið snemma og verður peppaður. Já. Ég myndi fara í byrja í sportu, ég myndi ekki að vera í fríi, samt byrja í sportu sinni. Ég verð að gefa allir það. Ég hefði, áður en allt þetta rugl byrjaði, þá myndi ég vilja svitna út öllu. Ég myndi byrja líka í ræktinni. Ég verð að gefa það. Ég Taka myndi byrja æfingu. bara Já, hitta íbarast. hressu engaþjálfarann. Ég myndi mæta, blanda mér ripperblöndu Já. og 200-250 mg af koffíni. Já. Sér myndi röltin á kaffistofu og spjalla við tálgaran og Elmo og Gauja og Hornibill og alla sem meistara og sér myndi ég hlæja með þeim. Komur í gýri. Þeir eru alltaf mjög léttir. Það er alveg þungur þar sko. Nei. Og sér myndi ég fara inn í sal og taka handleiki svona 45 minnur. Aðeins að gera mig klára fyrir höllina. Já. Sér myndi ég fara í klippingu Já. til Robba í kartir. Því að ég var í klippingu morgun. Já. Ég var í svo góðum gýri fór til bíl. Ég get ekki list í eins. Nei. Þannig að það kemur mér í gýri. Síðan eftir það myndi ég fara í luxury spa. Já. Spa, beer, Já. ískaldan bjór, í spa. Keirist maður ekki niður í spæði? No, Ég er að byggja mig upp sko. Nei, þú Nei, bara sorry. Ef þú vökvar er bara heldur greint þar sko. Finn dagur. Síðan myndi ég taka kolbara með og ég myndi láta kolbaran baða mig í spaðin. Eða þú veist, ekki baða mig en þú veist, það myndi hjálpa mér í sturtunni eða þú veist, það myndi baða mig aðeins. Byrju, hvernig þá hjálpa þér í Já, sturtu? bara, þú veist, ég er að koma í stemningu þarna. Já, hvað Síðan bara... myndi ég, síðan er komið hádegi, Já. steik og raut Já. í hádeginu og ég myndi líklega bara, þú veist, líklega bara fara á punk því að kolbarinn var að baða mig og ég make a sense, fara með eigandan og hangað. Já. Eftir punk myndi ég fara á rooftop bar með Ocean View. Já. Það var svona glönd 2:30. Já. Ég myndi sitja þar með Strawberry Daiquiri og ég myndi mæti höllina eftir það svona 17:45 því ég myndi ekki missa eini sekund af King Richie Nei. sem er 18:00. Rosalegu dagur. Þetta er Ólíkur svag. mínu samt. Ég myndi segja að ég ætla að við unnið. Það var svipað koncept samt, sko. Já, það ekki. Ég var með rooftop bar og spaði sko. Ef þú ert að fara í alvöru afmæli og því líka veistlu eitthvað, þá reynur ekki að vakna klokkan 6 morgunin samt, sko. Ég gefa henni það, ég myndi taka ræktina líka eins En og. kolbarinn baðaði mig sko. Já, hann getur alveg gert það. Það er engin betur á Íslandi í að baða fólk en the cold father. Er hann með einhvern svona tíma því sem hann verður að baða þig? Hvað, getur ekki vaknað 9 og baðað 11? Góða punktur. Já, ég meina, mist mér líklegt að hann sé alveg bara svona
nokkuð sveigjanlegur í því. Já, það ég haldi. Þetta voru dagarnir okkar. Hvernig værið þinn? Hvernig dagur er þinn, Steinþór? Sofa til 3 og mæta svo? Þegar þú vaknar þá sjóðu að byrja. Nei, sko Hvað gerist í vikunni? Þetta á one time, ég bara influensa náði, mistur. En málið er að ég var svo sem ekki alveg með þannig sem planað dag, sko, þetta var alveg fyrir ykkur, en ég myndi líklega vakna og bara svona aðeins að svona pæla og láta huga reyka og ganga og fá mér saltstangir, bláan Mariland, kaffibolla, bara svona þvælast. Bara einn heima? Já, hvað leitið er þetta? Þetta er bara Þetta gæti verið lélegasta byrjun á Day of Fun sem ég heist. Þvælast með kexin sem sett 6 ára. Síðan myndi ég Keks, hvernig keks? Bara örgulega bláan Mariland, sko. Bara afakeks, sko. Síðan myndi ég greitt. Síðan myndi ég svona 9 9-10, þá myndi ég opna bjór. Já, byrja að snemma, like Já, fara út í garð, setja kannski smá músík og spóka mig fatti. Ertu með tónlist, er hátalar út í garði það? Nei, ég er bara með svona bara bluetooth. Já, hækka í artistunum sem eru að fara að spila. Já, ég myndi spila artistunum sem væri að fara að spila. Það er mjög gott. Svo myndi ég panta með pizza. Þú ætlar basically að hanga einn allan daginn og geta fram á tólningum? Nei. Það er að panta pizza klukkan 10 morgun? Nei, þá klukkan kannski svona 11. Síðan myndi ég fara að henda mér í sturtu og gera mér ready og þá myndi ég fá mér rauðvínsglas og svo myndi ég fá gesti sem kæmu og það yrði bara held ég svona kannski frisbeegolfkörfu, hún kannski virk út í garði. Ok, ég kannski toppaði mig. Þú tókst lélegasta dag, gerðum eitt greið aldrei bjóða mér. Heima að borða keks á læn. Snark, hugsa með sjálfum sér og fá sér keks. Já, pítsu líka. Þvílík stemming. Ég veist svona, bara leifist að byggjast upp hægt og rólega. En allavega talandi stemmingu og talandi höllina eftir fullkominn dag, þá endar það á þessu. Það er nokkuð ljóst. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Hárið, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færa ykkur FM 95 Blu hér á FM 957 og ég minni á karaoke, drengir. Við þurfum að vera að prófa karaoke herbyggi í Keiluhöllinni. Já. Og ég er ekki enn búin að prófa sem er synd því að ég er mikill karaoke maður. Í öll íslenska þjóðin er karaoke. Já, það er ekkert bara ég. Ég hef alveg tekið þetta því. Karaoke og píla. Já, Íslandingar elska karaoke og pílu og þið finnir það bæði í Keiluhöllinni. Sprungunni er pílu kassar eða svona þeir telja fyrir þig sem er geggjað. Já. En það er hins vegar komið að spurningakeppni Gilsarans hér í FM 9. Sko, þetta er búin að vera svolítið trilogy koncept hjá mér. Þú ert alltaf eitthvað svona tengjað af höllin og hvað? Þetta er þriðja, sko, þetta er keppni 3-3. Ég var með King of a Fylla höllina. Það var þar síðast var ég síðan með King of Making a Hit og nú er ég með King of Entertainment og þá klára ég þetta trilogy þannig að næst er ég með eitthvað annað en höllina en samt eru við höllina þá sko er ég veit eitthvað 4-4 hafa já bara þú hugsa það kannski vikunni skil bara byrja þennan ég fatt að það ekki, ég ætla að vera beinn úr höllinni fyrir þá sem komast ekki höllina þá klárast þetta í næstu viku og líka eða eitthvað fyllibittur úti sem vilja mæti höllin og horfa á okkur í beinni þá kíkja ég bara í höllina. Já. Fáðu okkur bjór, bara yfir Robin. Verðum þar í stemmingu. Já. Ok, má sjá. King of Entertainment. Já, þú sagði hún hafði aldrei verið. Hún hafði aldrei verið. Það verður margt eitthvað líkt held ég. Já, við eitthvað svipað sko, en ekki technically þetta. Nei. Finnst þér entertaining að vera CD? Entertaining? Finnst mér gaman að vera þekktur. Já, þú veist við raun. Já. Er það ekki? Já. Með verið hinskilin. Það var eitthvað sem ég langaði. Út blöðarinn sko. Já. Reyndar pyrrandu út var í smálindana og þetta gláðin í friðið sko. Jú, ég get það er þreytt sko. Það er léttilega. Úlingar getur verið vel þreyttir og hoppa á því þar sko. Vestlar en þá á daginn blöða? Já, það ger ég. Það var góð við grímunda, þeir getur vestlaði friðið sko. Hvað heldur það sé góða við COVID sko. Nú er það búið. Ég engu vesinni með vesla. Nei, þú fer bara til búð, þessu velilegt fólk. Já, bara, ég er vennilegt fólk. Steinþór, finnst þér gaman að vera celebrity dick? Hættu þessu, þetta er ógæst. Þú svaraði bara eðlilega. Já, hann fekk öðru spurningu. Nei, ég er bara umorðan að sjálfur. Mér finnst skemmtilegt að vera þekktur, bara já. Já, ég er bara sammálauta. Það er bara skemmtilegt. Það ekki? Jú, hvað? Það var voðalegur mikið datt í þannig. Hvað? Já, það er bara skemmtilegt, já. Það svaf til 3 sko, en ég vaknaði. Það var í gær. Finnst þér entertaining á loggaðan á heimabankan grenjandi og hlátri? Nei, það er bara ekkert gaman af. Nei.
Því að einu skiptin sem ég logga minna á heimabankan þá er ég að borga. Þannig að mér finnst það bara hundleðilegt. Það er ekkert mikið hlegið þegar maður lokkar sig að það regn. Það er alveg svolítið... Þú ert ekkert grenjandi úr hlátri heima? Nei, því miður. Það væri nú alveg gaman að prófa að lokka sig inn og grenja úr hlátri. Kannski eitt daginn. Það er ekki gerst. Finnst þér entertaining að eiga heita gælu sem kærustu? Þetta er rosalegt. Þetta er ná bara sem ykkur lágpunkt. Alltaf þegar maður heldur að þetta get ekki sokkið lægri eitthvað. Samt hann með nýja spurningar. Gefum það. Hann er ekki að tala um þessi sundlegaverður að ég reyndir. Ég löngu hætti Samt er þetta viðbjöður. Þetta er bara svolítið eins og svo væri bara 8 ára eða eitthvað. Hvað sagði þú? Finnst mér entertaining að eiga heita gælu sem kærustu? Þetta er bara heldur. Þetta er mjög eðlileg spurning. Ekki frá 40 mann. Nei, en mér finnst mjög gaman að heita konu sem kærustum. Eða ekki? Jú, bara saman. Og Steindór, þetta gaman líka? Já. Steindór, þetta gaman líka? Jú. Konundar. Ef Giggi verður geggjað, heldur þú fagnir að þetta endi sem álveru H&H-kvöld? Ég ætla ekki að spyrja þessu hvað er. Nei. Ég ætla ekki að vita hvað er. Nei, ekki heldur, H&H. Það fannst ekki að hugsa þessu hvað er. Höll og hlið. Þú þarf verið í höllinni og svo fyrir heim á hlið. Höll og hlið. Það var ekki að spyrja. Við vorum ekki að fá, við Nei, vildum var ekki ekki. að segja, Giggi verður geggjað. Við báðum ekki Finnst þið mútskýringu. líklegt að verði H&H? Höll og hlið. Og ég, sko, dauða færi að fá punkt núna, sko. Það er 2-2, sko. Maður vona það besta, við erum með næturbössun. Er það ekki? Já, maður veit Er aldrei. þetta ekki blöða frá hótel? Nei, á lögutinn. Já, ekki á fös. Já, maður vonar það besta. Já, maður vonar, maður getur ekki lofa neinu. Hörðu, þetta er ekkert eðla spennandi. Já, það er allir að deyju spennu. Finnst þér entertaining hvað hæfileikaríkur að reyna við gælur? Ég held að ég sé það ekkert. Við vorum að ræða þetta daginn og mér fannst það alveg pínu áhugavert eins og hann orðaði þetta skrítið hann Egill. Við vorum með pælingar daginn, hvernig reynir maður við heitt kynnið eða sama kynni, eða bara hvernig reynur við næstu mannesku. Já, mennum með moves, Pick-up línur. signature moves. Vorum við ekki að tala um pick-up línur? Nei, því að það er enginn sem nota pick-up línur. En voru ekki bara alltaf einhverjir með pick-up línur. Já, komast að því að þetta er bara allt í gegnum Instagram eða eitthvað í dag. Kannski þetta, en sko, Já, einmitt, þetta er bara svona. Arnaldur Láksson væri svona svali gæinn á barnum. Sér þetta með annar gæði sem er með sweet moves og hann er á gólfinu. Það er mismunandi. Já, ég veit ekki, hvað sagði það? Finnst þið gaman að vera entertaining? Finnst þér entertaining hvað hæfileikaríkur að reyna við gælur? Ég held að ég sé það bara ekki. Ég held ég sé alveg hræðilegur í því. En erum við ekki bara... Já, nei, okkur finnst það ekki entertaining. En hvort var þú, Steindór, sexy gæinn á barnum eða gæinn sem var á gólfið? Það er tvær típur. Þú ert golfgæinn, Steindi. Ekki? Þetta með sweet dance moves eða? Nei. Svona hlæjandi að segja sögu og eitthvað. Jú, klappa á gólfinu? Hlæjandi að segja sögu á gólfinu. Það er ekki klapparu. Sko Steindi, Steindi á djamminu mjög skemmtilegu. Ég fór að hugsa ástæðan fyrir þess að segja sögur hlæjandi og ég fór svona einhvern veginn að hugsa ekki. Hvernig eru við bara fyrir nokkrum árum þegar fórum við regluðan í bæ og þá fór ég bara svona að hugsa, þá varstu svolítið svona gaurinn sem var svona aðeins frá barnum í einhver svona þyrpingu að segja sögur. Nei ekki? Já, það er ekki lígi. Mér finnst ógeðslega gaman Var þitt múb að segja góða sögur? Ég var aldrei heilt þetta. Já, ef ég var að reyna að auka, já, það var að mitt múb. Þetta er rosalegt. Mér finnst bara Random sögur. Já, mér finnst bara gaman að vera að kjafta við félagana og þú veist, það er djammið. En það er samt gott, eða ekki, að þú ert að reyna að pikka upp að sína þessi gaman í kringu. Jú, eiginlega, og þetta er fyndin saga þegar þú veist, fólk elskar fólk. Nei, þá er ég að tala ef hann er að segja mér og þér kannski eitthvað fyndi á gólfinu, stelpun að sjá það bara, það er entertaining náðu þessi gæði ekki dæðilega fyndin. Þetta er your þetta er your move basically. Já, kannski. Það ekki? Bara að vera skemmtilegur. En svo þú varst baðvörður, varstu að flippa í vinnu, varstu flipparinn? Skilur alltaf flippar í vinnunni? Ég í vinnunni? Já, ég meina það er girlfriend þar. Já, en maður var svona eiginlega bara... Ég hef reyndar aldrei spurt eða þessu. Hvernig er náður í Sigrúnni? Með húmór, gríni. Já, bara... Þú spöðst henni á stefnumóti að hún þér eða? Nei, já, við bara kynnumst þarna, vorum að vinna saman. Já, í sundleginni. Já, eða svona vorum ekki oft saman á vakt, sko. Kom fyrir. Já, þú þarft ekki að segja alltaf aftur og aftur hvað ég var. Ég veit ég var baðurinn. Það er alltaf að lauma því inn. Þú veist, ég kannski, nú er ég bara að byrja að segja sögur. Þá heyri ég alltaf eins og í bakgrunni og staður. Vasta, sko, og staður. Bara svo ekki rödd í haustum. Þú ert að segja fólki að fara úr skílunni og allt þetta. En ég er að spyrja alvöru ákvöða. Ég var reyndar að fóða lítið í því. Hvað var ég að move þarna? Ég var aðalega í afgriðslu og upp í turni. Nei, en ég er ekki að tala um það. Þegar þú varst að reyna að ná henni
Mófið mitt, það var í rauninni bara við bara kynnumst og hérna í vinnunni Já. Og svo ákveðum við bara að hittast. Það bara að fara í bíó eða eitthvað? Já, við hittust bara fyrst og já, bara spjöllum og svona. Og svo fórum við líka í bíó, mjög snemma. Fórum í bíó. Fórum á Batman. Dark Knight. Og ég sopnaði. Þetta er rosalega mynd til að fara á. Sopnaður yfir henni. Já, Besta mynd sem ég Akkur lappaði hún ekki þannig að hann hún hugsa, ok, þessi gæði er endar vel tæpur. Sérstaklega var bara að hrjóta sko. Hann er ekkert spenntur mömmurna, hann lagði þessi bara. Eina sem að Steindi mætti ekki gera á fyrsta stefnum og það var að sopna því hann hrítur svo rosalega. Ég held þú myndi bara taka og spýtti eitthvað fyrir til að tryggja það. Samt endur þið saman. Já, hann bara gæði þessu sens. Tvö börn. Já, ok, næsta. Ég vildi koma bara svona smá einhverjum eðlilega heitum inn í þessa spurningu. Já, ég held að segja takk fyrir það bröð, þetta var þakklátt að fá smá svona eðlilegt spjall. Já, það er eðlilega í dag. Nei. Já, þannig að fyrst er entertaining að hlaupa graður eftir fólki í kringlunni. Ég bara segi, fyrst er það entertaining. Nei, ég held að það sé bara alls ekki gott að vera því. Ég vona bara enginn gerir það. Þið fannst það í rauninni ekkert gaman. Mér, akkur þetta tengja mig við það. Ég hef aldrei gert það. Hlaupa Maður stöðan með Dóra DNA og hann eldan og samt. Það er að tala um líknafélagið. Nei, hann sem fór stjórnir í bæ og eitthvað. Það er líknafélagistæmið. Nei, var þetta ekki trúarsamkoma? Fórst ekki á samkomu? Það er ekki Jay-Z koncept. Þið verður áttu ykkur á því strákar að það var 100 ára gamall maður að lesa upp úr bleikri biblíu þarna sko. Þannig að maður leit sér alveg líknafélag, er það ekki? Nei, stundu þóri ekki að tala hérna því svo heimsku. Er það ekki einhverju dáin eða? Ég þarf að googla. Hvað er líknafélagið? Ég er bara, þú veist, það var möblulaus. Ég treysti mig ekki að segja líknafélag. Líknafélag? Nei, þetta er bara verið samkvæm. Ég veit líknandeild sko. Líknafélag. Hvað er líknafélag? Er ekki bara að vera stiðjaði fólk sem eru veikt? Ég veit ekki. Ég veit ekki, sko, ég held að Steindi bara sagt eitthvað. Ég held að bara, veist maður, hann bara sagði eitthvað. Þetta var einhvers konar, kannski var þetta eitthvað annað. Ég man ekkert, sko strákar, þið er aftur ykkur því. En hvernig breytir unnið þetta? Það komið 4-3 yfir. Þið er að tala um eitthvað, ég er bara úlingur. Ég er bara 30 ár síðan. En var þetta ekki gaman samt? Þetta er ekki stemmari? Hvað? Þetta aldrei við kringlunum. Er það ekki? Ég hljóp aldrei neitt. Hvernig, akkur voru að ræða þá? Ég bara segja þetta svo oft. Ok, akkur beistu þá því þú varst að hlaupand út allt? Var það bara eitthvað sem þú bjóst til? Þú ert bara búin að einhvern veginn ákveða og það, í haustum á þér það hannig. Það var ekki að Steindi sem bara hlaupandi í kringum. En ég get ekki verið að gera lítið úr svona trúardæmi. Það var bara bás í kringunni. Sjálfur all inn í þessu. Við erum harðir Jay-Z menn sko. Já, ég bara, sko, veist, ég hef sagt einhver áður, ég hef sungið í Philadelphia-söfnunum. Já, auðvitað. Já, mest að vera að gera það aftur. Já, ég man líka svona, allir krakkarnir einhvern veginn, það voru svo hyperhressir. Nún er þess að sagt, það hrætti mig alltaf svona pínu. Því allir vinir minni voru einhvern veginn svona alveg hressir, en allir svona krakkarnir í söfnunum voru svona hyperhressir. Hvað varst að syngja það? Búin að fá mikið sigur, krakkarnir? Ég söng eins og ég tók þetta nú í satt eða logi, ég söng eins og frumsami lag í Philadelphia. Getur þú sungið það núna? Getur þú tekið lagi fyrir okkur fyrir hana? Viðbjöðu sko. Syngdu það bara. Sáu þið ekki þáttinn? Ef þú tekur núna í höllinni, það var rosalegt. Ég tek aldrei í höllinni. Eftir Jackson. Sko, ef þú tekur sálminn í höllinni, það er uppsett, það er rosalegt sko. Ég get ekki verið að taka Jackson og sálminn. Þú er að taka sálminn, geðu okkur brotur. Já, ok, ég held að það heyrst þetta. Ok, ég skal lega ykkur að heyra lagi. Manstu það? Þetta samdi ég þegar ég var 6 ára. Við getum sami droppa á þetta og allt, gert allt vitt. Samdur þetta þegar þú var 6 ára, manstu eftir? Þetta er það. Þetta er erfitt samt sko. Já, takk fyrir það. Ég þyrst til að vera í því til þetta. Nei. Hver er svo besti? Hver er svo besti? Það er hann Guð. Hver er svo besti? Hver er svo besti? Það er hann Guð. Hann er upp á himninum, þangað vil ég fara. Hann er upp á himninum, ég vil fara þangað þegar ég dey. Jesus Christ. Ok, nú skilja okkur myndin að texta sko. Takk og slagin er texti sem ég heilt sko. En sko eina ég man eftir þessu, það gæst bara í gær. Afi heitinn, nafni minn, hann var á gítar með mér í þessu. Hann var við hliðina mér að spila gítar. Er það? Var hann Jay-Z maður? Já, ég var hann út á þeim. Þetta er rosa, ég sko Ég ferðast að landa að selja plata. Gaman átt að vinna með Guð er bestur og það komst það mjög gott sko. Já, og líka þetta er rosa. En ég leið með hræðilega að syngja þetta. Það er svolítið dark þegar krakkarnir syngja sko fyrir deg sko. Já, ég vildi fara þangað þegar ég deg. Já. Það er vel sungið það. Still got the touch sko. Ímyndaði. Ekki, sko, það er eitt sem ég er búin að læra bara því
meira sem ég eldist, ég veit alveg hvernig það er verið að trolla mig og hvernig ekki, þannig að þú mátt alveg sleppa því Þetta var flott sko, þetta var ágrís. Þetta var ekki flott. Þetta kom svo smá á orð, þetta var flott. Eigum að hugsa að taka þetta í höllinni? Nei, Ég mynda þess að þegar við byrjum á sviðinu og þú veist, allt í henni kemur bara svona, ég bara hugsaði, ég mynda að kemur smá svona, þú veist, svona kór og við sjáum alls konar, þú veist, ritningar og drast sko, bara út allt og sálmurinn kemur á skjáin. Herru, ég spurði kemur búinn. Blöðsálmurinn. Herru, og veistu hvað, svo kemur hún niður í vírum með vangi. Þá bara fjallabræði með og bakka hann upp í þessu. Bara 40, bara hefur kó. Ég spurði kemur búinn. Ég verði að fá að vita. Ég sko, ég áttum ekki hver stað. Já, maður 4-4. Var það bara stórmestari jafntefli? Er það sáttir við X eða? Ég er með einu í hólu nema ég menn svo sáttir við X. Nei, ég held ekki allir sáttir bara. Já, bara besta sem kom út úr þessu er að blöður að fara að taka sálminn sko. Stutt í höllina og bara jafntefli. Talandi höllina, þessi tveir verða það, Aron Kahn og Birnir. Þetta er sturlalag og vonandi taka þér þetta saman félagarnir hana. FM 95 Blu í samstarfi við Slippfélagið og Loop Jalapeno Lime. Hárið, það eru Loop og Slippfélagið sem færi ykkur hérna FM 95 Blu á FM 957. Við vorum að tala það bara hérna núna, drengir, hvað er búið að líða fljótt. Klukkan er bara að vera 6 og já, vantar 5 mínútur í. Já, þetta er rosalegt sko. Næst í þáttur, þá setjum við bara upp á sviði í Ljóðsöllinni Ofpeppaðir með líklega cold refreshing beverage. Ég get ekki beðið. Einhver fyllibittur byrja að detta inn og garga og svona alltaf gaman. Allt stemming, það er bara svona eins og þjóðatíða þáttunum okkar. Alltaf einhver fyllibittur sem mæta og eitthvað, ég held gaman. En húsi opna 4, Richard er klukkan 6. Ég segi bara, nú það þjóðin að fara að gera sig klára sko. Þetta er 7. undirbúning. Það er líka þetta er rosalega helgi, drengir. Þetta er sko Eurovision og kostningadaginn eftir. Já, það er höllin á föstudeginum. Það er Eurovision, þannig að fólk getur fengið sér byrja að tengja og fara í Eurovision. Já, maður er lítill á sunnundöðin sko. Maður er 2 síðan þá. Þetta er það sem við kallum station helgi. Þá kemur þetta í þá grillar við. Klukkan hvað mæti ykkur þeirra sunnundöðin? Já, svo er barnamali líka. Það verður ekki matalegt á með það, en ég er með grilla fyrir þig. Ég vel líka með bjór og svona. Er ekki 3? Ég get lofaði því á sunnudeginu. Hvað séru? Nei, hann veit það ekki sem sjálfur. Já, 3. Eigum við að vita það? Þetta er 2-falt afmæli. Þetta er basically, ég er að taka mig frí í vinnunni allan fyrir 8 allavega hann á mánudaginn til að fá mér öll með bjór í boði. Já. Síðasta sem að mér á eftir að langi á sunnudeginu með bjór. Ég get staðfesta. Stemningsmaður, eða ekki? Ekki að þriðja degi. Jú, það er útfænt stemning. Ég er stemningsmaður ef ég er ellendis. Þá náttúrulega detti ég alveg fyllibittu. Heim á Íslandi, þá get ég ekki meira en 2 daga. Nei. Það er bara staðfest. Mætir Svessmouth hérna í kvöld á leikinn. Nei, hann skeit. Nei, hann er með sko ammali. Já, Svessi líka sko. Við hvetjum alla í Reykjanesbæ til að X-Svess. Já, X-Svess, það var að kjósa Svessa. Hann var leiðin í bæjarstjórn. Svessi er í frambóði. Í Sunny Cave. Gæti hann orðið borgarstjóri? Nei. Nei, hérna bæjarstjóri Bæjarstjóri? Nei, hann er í þriðja seti eða eitthvað. Akkur fór hann í fyrsta seti? Hann hefur ekki tíma í það sko. Hann getur verið í bæjarstjórnana skiluru. En Svess er að gigga og svo er hann að playing video games og skipta kúkablegum. Já, en mál er að Svessi er samt skiluru. It's a smart motherfucker sko. Það er ekki. Hann er líka að fara gott að hafa hann sko. Það er sitt fólk allan að allir sem eru í Reykjanesbæ að hlusta þeir kjósið okkar mann Svessa eftir. Já, það er næsta helgi. Þannig að Svessi gigga með okkur á föstudeginum. Svo er hann bara með kostningar og reykir svo þessar kostningar daginn eftir. Það er rosalega helgi á Svess sko. Það er alveg helgi í honum. Það er ekkert eðlilega fyndið að hann sé að fara verið í bæjarstjórn sko. Það er bara það er borgarstjórn. Það verður gott að búa í Reykjanesbæ þegar að Svessmouth er komin inn. En það er komið að lokum hér hjá okkur í dag. Elsku hlustendur, við minnum á blöðkastið sem verður á þriðjudaginn og að sjálfsögðu á höllina miðasala á tix.is og ég sko maður getur aldrei lofið því en það er ekki ólíklegt að verða uppselt í næstu viku þannig að ekki tefja of lengi. Meða við allan að tempo og sölu núna sem er komin alltaf á vægarsett á full swing þá við erum ekki að ljúga neina og séum alls ekki óraunhaft að við þurfum að skrúa fyrir þetta annað þegar nætt ríkur sko. Og þá er blöð að taka Jackson og Salmin. Nei, ég tek ekki Salmin en ég var að lofa Jackson. Það er klárt. Ég þarf að bruna drengir, ég er að fara að hitta stuðningsmenn Tindastóls og er að fara í valseimilið. Þetta er eins og pabbi sagði, pabbi sem mikil valsari að hann getur ekki tapað í þessari seríu því hann heldur bæði með Val og Tindastól. Ég verð að staðfesta það að Tindastóls hjartað er töluvert stærra. Sittu með húgi menn. Já, en sko tiltuðu með húgi menn og fáðu passion beint í æðan. Nei, ég ætla að hitta huga núna á Ölver, þess er ég að fara og ég ætla að enda þetta á þessu. Þetta er Tindastóls stuðningsmannalagið Úlfur og Sverrir Bergmann. Þetta er geggja lag. Góða helgi.